Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu þennan ágæta fimmtudag 12. júní. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Sæl og blessuð. Blessaður. Fyrir hvað munum við minnast þessa dags? Ertu með einhverja tilfinningu fyrir því? Já, það er stórt spurt. Já, mjög stórt spurt. Er eitthvað sérstætt í fréttum eða svona Ekkert endilega. 12. júní. Já. Ég bara minnist hann svona persónulega helst sem það bara ein áhugaverða samræðin hérna við Rauðaborðið sem mér finnst einhvern veginn, mann finnst bara eiginlega hverjum degi vera svona næstu því upp á líf og dauða. Já. Og sér alltaf einhverja nýja vinkla. Ótrúlega gaman þegar manni finnst svona hafa tekist vel til þegar galdurinn verður eins og stundum Nei, og líka bara það þetta tímabil, ég veit ekki hvenær það hófst og maður vonar svo sem að það endi fljótt en maður hefur svona tilfinningunni að það ástandið sé svo svakalegt að það verði einhvern veginn að ræða það bæði í stóra samhenginu og einhverju út frá í smáum málum, út frá persónulegu og pólitík og svona, já, frá öllum sjónarháttum. Já, það er alveg rétt hjá þér. Það maður alltaf tekur eftir því að börnin spyrja mann annara spurninga en þau gerðu fyrir 10 árum og það er svona aðeins meiri alvöru blær yfir veröldinni. Og við munum einhverju leyti koma inn á það í þessum þætti. Í lok þáttarins þá verður fjallað borgarmál. Það er María Lilja sem að fær til sín Björn Teitsson, borgarfræðing. Þau ætla að ræða hvað takist best í borgarsamfélaginu. Bílastæðin, einkabíllinn, opin rými og hvað það er eiginlega sem að meirihluti höfuðborgarbúa óskar sér í þeim efnum. Þú með svona einhvern óskalista breytingar á borginni? Já, en ég myndi segja það Björn, ég ætla ekki að fara neitt yfir þann óskalista hér. Nei, en ég hugsa til dæmis að flugvallarmálið sem að við rættum hérna í gær og þú rættir það að það hljótur nú að vera á þeim óskalista og hljóti ég vel að vera til umræðu líka. Já. Það byrni. Já, og þetta er að því ég bý í miðbænum, mér finnst að fólk hafi gengið svolítið langt í því að gera alltaf bílastæði og rukka okkur allstaðar Þannig að en það er sannlega efni í annan þátt. Nú, þú ætlar hins vegar að fá til þín góða gesti og þið ætlið að ræða grjóthartmál, bara rasisma. Já, það var menningarhátíð í Húsdýragarðinum helgina og það var dálítið lífleg umræða sem ég frétt af, sem ég sá eiginlega ekki frá fyrstu hendi heldur fekk ég skjáskot ýmis ummæli það sem hefði gerst og ekki gerst þarna í Húsdýragarðinum. Það hefði verið einhver læti í börnum af erlendum uppruna og tekið sérstaklega fram að börnin væru af erlendum uppruna. Já, og svona og þá kannski stukku sumir og það fór að tala það væri þetta væri þessi hópur fólk sem ekki vildi aðlagast okkar gildum og væri þá einhvern veginn þetta væri hópurinn sem við hefðum ekkert við að gera hér á Íslandi og Býttu, hefur ægi íslenskra barna verið í einhverju líki hlutverki þegar kemur einhverju svona hátíðardögum út undir berum himni? Eða? Já, mann finnst það svona líka skotið alveg úr hörðustu átt, þegar enda voru margir sem einmitt sögðu það nú að þetta hefði nú kannski verið bara eðlileg krakkaærsl. Já, krakkaærsl og svona verið að berjast að komast ykkur í tæki og ég fór í Húsdýragarðinum eins og spurðist fyrir og það kannast nú engin við eitthvað svona, það var ekki einhver hræðileg upp að koma en þannig að þær koma til mín þrír fulltrúar eiginlega þeirra sem að vilja bara stemma stigu við rasisma það er bara sagt og þótt að við vitum það að þeir sem að standa fyrir mótmælum á Austurvelli daginn og standa fyrir líka þeim sem eru núna boðuð eftir 2 daga Ísland þvert á flokka vilja alls ekki bendla sig við rasisma og örugglega mjög margir þar sem að bara eru þar á allt öðrum forsendum heldur en rasisma en þá vorum við að fara í gegnum þetta stefnuplagg þetta er svona ákveðin yfirlýsing sem er gefin út í aðdraganda þessa flokks og þessa fundar. Þetta er Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann og Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata
Halldóra Jóhanna Hafsteins stuðningsfulltrúi koma hérna og svona eru bara fórum aðeins yfir hennar lista sem að Ísland fært að flokka setur fram kröfur til ríkisstjórnarinnar og eiginlega bara svara þessum ásökunum sko. Og forsvarsmenn þessara mótmæla komu hérna til mín í spjallum daginn til okkar Sigurjóns og ég bað Sigfús að koma aftur en hann bara hefur í öðru að snúast og hérna kannski hefur ekki séð postið frá mér eða svaraði ekki ég bað líka Sönnu að því að það var þannig að hann skjáskot var af því þegar hann segir að hann hafi heyrt Sönnu segja að hann væri rasisti og svo leiðist þetta orðið dálítið viðkvæmt þannig mál en hún sem sagt sagði það ekki en við fáum eiginlega þetta svona spennusak hver sagði það, við fáum að frétta það í þessu spjalli Þú ætla líka að þú ert hér með annað efni mér skilst að þú hefur slegið á þráðin hvað til Bandaríkjanna? Eða ekki til Bandaríkjanna heldur að vísu til Hafnarfjarðar en við vorum að ræða Áki Jarl Lárusson doktor í líffræði og skrifaði doktorsritgerð sína ígulker og stúderaði í Hawaii og þekkir eiginlega hefur kynst eiginlega því besta sem Bandaríkin hafi upp á að bjóða og bjó í Los Angeles ég baði hann bara að segja mér hvernig þetta snýr við honum þetta ástand í Los Angeles núna veröld sem var og veröld sem er og hann svo sem að lýsa því hvernig þetta var ekki alveg nýtt þetta auðvitað rosalega stigmögnum en hann að pæla líka bara í þessu við ræðum þetta en hann segir mjög sláandi hátt frá þessu ofbeldi Ég þekki feðga sem voru að spája að skella sér hérna í frí til Bandaríkjanna í byrjun júlí en bara fyrir viku sko, það var lifandi umræðið það en kemur ekkert í greina í dag þannig að þetta farin að hafa áhrif á okkur öll Hann á bandaríska konu Áki og hann segir það sko, þú veist það sé alls ekki inn í myndinni að fara þangað á ekki á næstunni En mér það verður fróðilegt að heyra hvað hann hefur þetta að segja við viljum endilega fá sem mestar upplýsingar þessar ógnvænlegu breytingar. Nú, það líka búið að kynna breytingar á fjölmiðlamarkaði sem að menn eru samt svona ekki alveg á einu máli hvort séu einhverja raunverulega breytingar eða bara nafnabreyting. Nú eru vörumerki stöð 2 næstu í 40 ára vörumerki og bara hluti af okkar, mjög stór hluti af okkar fjölmiðlasögu. Það er bara búið að jarða stöð 2 og Vodafone farið líka, maður saknar þess nú minna en það ljótt orð og nýlegt og ekki eins og íslenskt en sín mun sem sagt verða reglífin yfir þessa fjölmiðla reyfir það við einhverjum tilfinningabjörlum hjá þér? Ekki sko, neða það fer ekki alltaf stað ég get ekki sagt það. Nei, það fer ekki alltaf stað Nei, ég meina sín fallegt orð en þess ég held að það bara mjög áhugavert að heyra Maríu Lilju tala við Frosta Logason um þessar breytingar og þessi tíðindi og ég vissum að það spjall á eftir að reyfa eitthvað við manni. Já, Frosta sem fyrrverandi starfsmann þá sínar. Já, einmitt. Þetta svakalega mikið, auðvitað maður bara hrættur að þetta sé liður í einhverju þessari þróun sem maður þrengt að fjölmiðlum. Já, sko, heiminum og Íslandi líka. Mér liði nú pínlítið eins og að þetta sé, sko, mér létti svolítið, ég var svolítið smeykur að það væri verið að boða hóp uppsagnir og ég bara loka fréttunum og hætta með það og svoleiðis. Það er mörg höggin sem hafa dunið á okkur fjölmiðlalega síðustu ár, en þannig að verra gæti nú verið. Já, menn voru svolítið smekir í gær, var það ekki? Ég held að margir verið smekir. Já. Þannig að þetta var einhver léttir. Já, segja það. En það verður fróðilegt að sjá svona hvað raunverulegu breytingar verða því þetta er alltaf svona þegar eru kynnta breytingar það er bara svona, þú róar almenning og svo koma hérna raunverulegu breytingar seinna og kannski hægt og rólega í bitum. En þá er ekki annað eftir en að bara kynna fyrsta efni þáttarins í kvöld. Það er ég heyrði honum Valgarði Má Jakobsinni, hann er skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Ég hafði rekið augun í einlega færslu hjá honum á Facebook þar sem að hann ræddi það að hann ætlaði að stíga til hliðar sem skólameistari og ætlaði að skipta jobb, hann ætlaði að fara að kenna aftur stærðfræði í öðrum skóla, Kvennó og það lá svona eitthvað í þessum texta, maður fann að það var mikil saga þarna undir
Þannig að ég bað hann að koma hingað að rauðaborðinu og hann eiginlega bara galopnar sig kulnun, burnout og allar þessar sko samfélagslegu hömlur sem við upplifum gegn því að við færum okkur innan gæsalappa niður í tröppu. Þegar maður komin upp á einhver topp sko. Metorðastiga. Já, í svokallaða metorðastiga. Að það alls konar hlutir svona ranghugmyndir sem að þvælast fyrir manni, bæði hvað varðar okkur sjálf og svo líka bara okkar hugmyndir samfélagið. Og ræðir þetta með að mér fannst alveg einstaklega einlægum og snjöllum hætti mjög berskjaldaður og fengur í því að embættismaður, svona stjórnandi maður sem hefur gengt svona mikill ábyrgð, ræðir hlutina með þeim hætti sem hann gerir. Þannig að við bara höfum ákveðið að hafa þetta fyrsta efni kvöldsins, þótt svona það kunni að virka sem persónusaga, þá finnst okkur svo mikil samfélags saga í þessu einnig. Og ákveðum pólitík í því hjá okkur að hafa það þá sem sagt fremst. Já. Þar sem að það líka góður fréttapunktur að vera að sýna þessa hlið á sér, það ekki? Jú, ég myndi segja að þora að fara fram með og tala á svona einlegan hátt einmitt. Og mér finnst hann Valgarð Már Jakobsson fyrirmynd okkar og hugrakkur og ég vona bara að við fáum oftar að heyra raunverulega hvernig fólki líður á tímamótum, af hverju það tekur þær ákvarðanir sem það tekur, frekar en við séum alltaf með bara brynjuna áfram, lifum í lýi og engar umbætur fyrir vikið. Já. Heyrðu, en áður en við hefjum þáttinn, þá ágætt að minna á það, kæru hlustendur og áhorfendur, að það þökk ykkar stuðningi eru við í loftinu og þið hafið leiðir til þess að styrkja okkur, þið sem ekki gerir það nú þegar, það fara inn á samstöðin.is og finna þar flippa með áskrift og þar getið þið borgað lágmarks stuðningsframlag á mánuði sem bara 2750 krónur sem hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur með frönskum og fáið rosalegt efni fyrir það, bara efni framleitt 7 daga í viku. Við erum með 4 beinar útsendingar í viku og 4 kvöld af efni. Þetta hér framleitt efni bara eins og engin sé morgundagunum frá móti kvölds og það fyrir ykkur og það við erum að svara ykkar kalli með dagskráni og þótt í getið fylgst með okkar efni ókeypis þá hljótið að vita það einstinni að ef allir myndu hugsa þannig þá náttúrulega verður engin samstöð í framtíðinni, þannig að við erum mjög þakklátt ykkar mikla stuðningi sem vonandi heldur áfram og eflist. En við Oddný tökum þá kommu í bili, við fáum örstutt skilaboð og svo hefst dagskráin. Gjörðu svo vel. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og blessuð. Maður sem gegn þegar starfi skólameistara í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. Hann ritaði færslu á Facebook fyrir nokkrum dögum sem vakti athygli mína.
þar upplýsti hann að hann ætlaði að hætta sem skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ til að gera annað sem hann brynni í raun meira fyrir að kenna stærðfræði. Og ég var að hugsa að það væri nú ekki algengt að menn tröppuðu sig svona niður í ákveðnum skilningi. Mér finnst þetta til mikill fyrirmyndar. Ég hef sjálfur hort á marga bestu blaðamönnum þjóðarinnar hætt að skrifa vegna þess að einhverjum forstjóra dettur í huga að gera það á einhverjum stjórum og þá kannski missa þeir svolítið kjarnan úr eigin sálu og verða síður samfélaginu til gagns, verða ekki jafn glaðir og hamingjusamir og þeir voru áður, en fá kannski nokkrar auka krónur í vasan og kannski eru þeir að svara einhverju kalli, einhverju kalli skyldur og ábyrgð og kannski þetta bara allt einhver misskilningur, kannski eigum við bara einmitt að gera það á öllum stundum sem við brennum fyrir. Þetta eru spurningar sem mér langar til þess að henda hér upp við ykkur og að sjálfsögðu við þennan mann sem skrifaði þessa færslu. Hann hingað komið að Rauðaborðinu. Valgarð Már Jakobsson, skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Velkomin til okkar. Já, þakka fyrir. Þú sem sagt starffræðikennari í grunninn sem kennari, sem kennari, já. Starffræði reyndar og líffræðikennari og það var einhvern veginn líka hlutur sem ég þurfti að velja á sínum tíma þegar skólinn sem ég var að starfa við stækkaði, ég var bæði að kenna starffræði og líffræði og hvort ætlar að verða starffræðikennari og líffræðikennari og starffræði hafði bara algjörlega hillað mig, þannig að ég valdi þá leið og fannst það bara frábært. Lendur þú svo í þeirri ógæfu að forframast og verða skólameistari? Já, það var bara svona slís sem að gera stundum, vinnuslís. Já, vinnuslís. Já, ég var farsæll kennari allar tíð og gekk vel, þó ég segi sjálfur frá bara vel liðin af nemyndum og held ég flestum samstarfsmönnum mínum og bara svona, það var svona gott að hafa mig í umhverfinu, þannig að auðvitað þegar það vantaði stjórnanda þá auðvitað tölum við Valla, það bara blessast. Góður í að leysa mál. Góður í að leysa mál og góður í að spjalla við fólk og einhvern veginn svona og það einhvern veginn einmitt eins og þú bendir á, verður svona einhvern veginn svona upphefðar fílingur í manni. Já, það auðvitað gerir ég það. Stundum sogast maður inn í atburðarásina á þess að vera sjálfur að velta því fyrir sér hvað langar mig til að gera? Já, maður alltaf efins það að maður sé besti dómarinn yfir því sjálfur. Hvað er best fyrir mig að gera? Fólk vil að ég verði stjórnandi og þá auðvitað hlýtur það að vera rétt. Já, sérstaklega þegar koma auka krónur. Já, ég lækkaði í launum samt við það. Já, er það? Já, það var yfirleitt þannig að ég var í yfirvinnu sem kennari, var með auka hóp og var einhvern veginn alltaf til í það og það bara stóð þannig á að það var yfirleitt ég sem hafði áhuga á auka hópnum ef hann stóð út af. Þannig ég var ekki að hækka í launum, þó ég var ekki í grunnlaunum sem stjórnandi, þá var ég ekkert endilega að hækka í launum. Ekki heildarlaunum, sem sagt. Nei, ekki heildarlaunum og það var ekki endilega launin sem var að dreifa mig áfram. Það var fyrst, þá verði ég aðstoðarskólameistari og verkefnastjóri hjá stofnuninni og svo þegar skólameistari lætur á störfum þáverandi, þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Hvað, 2 ár síðan? Já, það eru 2 ár síðan. Þá er ég hvattur til að taka næsta skref. Það raunur eru það 3 ár síðan, það sem ég verði aðstoðarskólameistari, það sem á að vera undirbúa þetta skref. Já. Þá var skólameistari búin að ákveða að hætta eftir ár og það var svona verið að tryggja það að einhver sem að var ef við segja hugmyndafræðinni sem skólinn starfaði eftir trúr, það væri einhver svoleiðis í baráttuna allavega þegar skólameistara embætti yrði auglýst. Skólinn sjálfur kemur ekkert nálægt ráðningunni, skólameistarar eru embættismenn og þetta er allt gert frá ráðuneytinu, þannig að þetta var ekki verið að pota sínum manni áfram þannig í skólameistara embættið en jú, þetta með því að gera með aðstoðarskólameistara fyrst að þá hafði ég ákveðið forskot
En það kom það á daginn reyndar, sko, þegar að fólk vissi að ég ætlaði að sækja skólameistara stöðuna, þá sótti enginn á móti mér. Já, það þótti ekki við hæfi. Ég bara, og fólk kannski bara grunaði það myndi ekki hafa neitt upp á sig. Nei. Nú það náttúrulega þannig að þetta er opinbert og fólk veit að því hverju eru að sækja og þú ert kannski að sækja verandi í sæmilegri stöðu sjálfur og ert þannig að gjaldfella því í þeirri stöðu. Það er líka svolítið hættulegt. Já. Hvað gerir svo? Já, svo fer skólameistari eftirlaun og það hefði gleymst að auglýsa og ég tek við sem sko skólameistari án þess að hafi verið auglýst í embættið og þá tek ég við í 1 ár til bráðbera og það er bara hringt í mig einhvern tímann rétt áður en ég á að taka við og það hafði nú bara gleymst að hringja í mig og biðja mig og heyra í mig hvort ég væri til í það og jú, ég var svo sem alveg mér grunaði að símtalið væri á leiðinni en og mæti bara svona stutt atvinnuviðtal í ráðuneyti og sinni þessu í fyrsta árið áður en það er auglýst og það er einmitt bara nákvæmlega þetta maður einhvern veginn rennur blóðu til skildunar já, það búast allir við því að maður gerir þetta það er líka einhvern veginn búið að hræða mann yfir því eins og fyrirvændi skólameistari kallaði að kemur einhver grímlu grámann og eyðilegu stofnunum okkar en því að við erum búin að byggja upp leiðsagnarnám sem og hefur verið brautryðendur í skólakerfinu, í framhaldsskólakerfinu hefur það verið sko við kennarar frá okkur hafa verið að fara víða og halda fyrirlestra og námskeið í þessu leiðsagnarnámi og ég þorði einhvern veginn ekki að sleppa boltan hræddur það að skólinn myndi missa hana status eða kæmi ykkur utanaðkomandi. Þér fannst að þú værir ábyrgur fyrir framtíð skólans? Já, sem sko, ég áttaði mig á því bara núna daginn, þetta auðvitað líka bara hroki að halda það að skipta einhverju máli að ég sé þarna til þess að standa vörðum það sem stofnarnir stendur fyrir. Ofmata okkar einstöðu. Algjörlega, ofmata, bæði er það eitthvað innra með mér en líka einhvern veginn búið að imprenta í mann. Þú verður að standa vaktina og þú verður að passa upp á stofnununa og kannski var enginn að segja það. Kannski er þetta eitthvað sem ég bara bjóð til í hausnum á mér. Þegar þessi sannleikur rann upp fyrir þér fyrir nokkrum mánuðum? Já, sko fyrir 3 vikum. Fyrir 3 vikum bara? Já, ég segja það 3 vikur síðan. Já, ok. Þegar þessir sannleikur rennur upp fyrir þér, varstu þá búin að var svona sko hafiði eskalerast efasemdin, tókstu með þér streituna, vandan úr vinnustundum yfir í kvöldin, yfir í helgarnar var þetta komið á heilan á þér eða hvernig var það? Já, og maður vaknandi upp meðan nætur, einhvað sem maður hefði gleymt að gera, einhvað sem maður hefði brugðist yfir einhver verkefni sem ég hefði gleymt að leysa og svona undir það síðasta þá var ég næstu farin að búa þetta til bara einhver svona sjálfsbindingu einhver verkefni sem ég var stöðugt með rúllandi stöðugt með í bakheilunum en ég reyðist ekki í eins og bara ég hefði ekki kjarkin eða getuna til að ráðast í ákveðin verkefni. Hljómar svolítið eins og burnout, er það ekki? Ójá, hljómar alveg rosalega mikið eins og burnout og fór til læknis fyrir þarna í mánaðamótin febrúar og mars einhvers svoleiðis og var dæmdur í veikindarleyfi fór í 3 vikna veikindarleyfi til að byrja með sko og þetta svo endur með þetta stöðuna og þá var ég alveg klárlega þú veist, búin að átta mig á því ég var í ákveðnu burnouti en við mátum það sem svo ég og læknirinn saman að ég fekk enga kvíðatilfinningu eða leiða því ég nálgaði stofnununa og þó ég færi þarna inn fór þarna inn eitthvað kvöldið að sækja eitthvað dót þá fekk ég ekki einhverja neikvæða orku eða neikvæða tilfinningar fyrir stofnunni þannig að þetta var
ekki svoleiðis burnout. Nei. Heldur bara einhver þreyta. Já. Þannig að ég ákvað að koma aftur í hálfa stöðu þarna, strax eftir páska. Já. Og fannst einhvern veginn aftur bara, já, ég verða að klára verkið. Ég skipaður hérna ráður eftir 5 ára. Já. Verða að klára þetta. Já. Rann blóðið til skilduna. Algjörlega. Já. Aftur líka bara hlutaði í hróki. Finnst eins og ég verði að gera þetta, ég sé að bregðast. Já, standi allt og falli með þér. Já, nákvæmlega. Ég ætla ekki alveg gangað svo láta að segja þess að standi allt og falli með mér en mér fannst sko rosalega mikið og margir hluti vera erfiðari fyrir fólk ef ég færi. Ég held þessi mjög öll að fyrir mörg okkar að tengja við þessar tilfinningar sem út að lýsa. Já, einmitt. Svo fer ég viðtalið í ráðuneytið bara ganga frá okkur málum fyrir 3 vikum síðan og bara átta mig á því fyrir að labba út ég á ekkert að vera hérna. Nei. Ég verð ekki hamingjusamur. Nei. Ég verð bara óhamingjusamari og óhamingjusamari. Ég fer í Var þá stutt í skömmina? Já, örugglega. Áhugaverður punktur. Já. Ég er ekki nógu góður. Nei, einmitt. Það er svo mikið af praktískum hlutum í svona starfi og ég er ekkert mjög praktísku maður. Nei. Ég er rosalega hrifnæmur. Finnst ofboðslega gaman að leiða þróunarverkefni og spennandi hluti sem í gangi. Við höfum verið að starta fullt af spennandi hlutum og meðan ég hef verið skólameistari framhaldsskólanum í Mosebæ sem að ganga bara vel en að klára það og alla skriffinnskuna á bakvið það og ég er bara umurlegur við því. Þú nefndir orðið sem að skeldi mig meira en nokkuð annað árin sem að ég var upplýsingafulltrúi opinberrar stofnunar. Skriffinnska. Endalaus skriffinnska lítið. Nákvæmlega. Oft á tíðum. Einmitt. Og ég er ekki ennþá sannfærður að þurfi. Nei. En þú veist, það er eitthvað sem allir að segja í kringum að þarf og auðvitað, ég meina það þarf að geta flett málum upp og það þarf að ganga frá þeim og það þarf að tryggja það að þau séu réttum fara vegi og allt það. Ég skil þetta alveg. Þegar maður er búin að fylla hjá sér vinnudag en að segja 9 fundum. Já. Og maður gerir ekkert annað en að funda. 9 fundir. Og það gerðist ekkert á neinum af þessum fundi og svo tekum við mikil vinna að skrifa það sem gerðist ekki á þessum fundum þá fær maður þess að kafkaísku tilfinningu anskotan ekki nákvæmlega og bara á hvaða leiðir allt samfélagi nákvæmlega, því að maður finnst eins og það svo margt jákvætt sem maður getur verið að gera það er svo margt drífandi og spennandi það er svo margt nýtt til sem ég geti verið að prófa og reyna fyrir höndstofnunarinnar. Af hverju er ég ekki að gera það? Af hverju er ég að setja einhverja praktíska fundi einhvað ofboðslega við á byggingafulltrúinu sem það þarf að breyta skólunum og það bara fara margir dagar í það og ég geti öskra stundum. Já. En þér tekst einhvern veginn að greiða úr þessari óreiðu og þú finnur svona þinn eigin kjarna og niðurstaðan ég ætla að fara aftur í það sem að ég veit að mér hefur skemmtilegast að gera og ég ætla meira að skipta skóla. Já. Segðu okkur aðeins af því. Og það er kannski bara 2 manneskjur sem ég ætla að nefna til sem hafa verið stærstu áhrifavaldurinn í þessu. Það er annars vegar kona mín sem kennari líka og við ræðum alveg rosalega mikið menntamál og það er alltaf bara hluti af kannski þessi fína lína milli þess að vera stöðugt upprifin í því sem maður er að gera og að vera í börnáti. Að við vorum farin að tala svo mikið svo leiðinlega hluti. Já, einmitt. Eitthvað sem að vara ákværa mann og Örgulega mjög margir sem tengja líka við það. Já. Og vandamála væða. Og hún áttaði sig á því að ertu í alvöru talað í starfinu sem þið langar til að vera? Já. Og og kannski bara því að maður er það er bara hluta þessu sama vanda held ég, samfélagi segir mér eitthvað að það var ekki nógu sterkt þegar kona mín sagði það, af því að við vorum bara svo mikið teymi að
að þegar kona mín sagði það að þá var það bara eins og einhver rödd inn í mér var að segja það að þurfti einhver að koma utan að þannig að þetta var bakkað upp af ég fór í handleiðslu hjá sálfræðingi sem er með mjög marga skólameistara greinilega í handleiðslu hún er bara sérhæfis í stjórnenda handleiðslu kannski bara opinberir starfsmenn með ábyrgð flestir á hans konalista já, hún er bara alveg stórkostleg kona sem að fóra hjálpaði mér að átta mig á alls konar hluti sem hún sagði þú veist aðskila vinn og einkalíf og allt svoleiðis sem ég get ekkert aðskilið þessar hluti ég get ekkert labbað út úr stofnunum minni klukkan 4 og verið búin að loka það er bara ekkert í mínu eðli þannig að ég var stöðugt kona mín var nú á mótmæli ég var að tala við hann í gær en mér finnst bara að ég horfa í speil að ég sé orðin 10 sinni grárri heldur en ég var fyrir árið síðan já þetta tekur náttúrulega mjög mikið á þetta tekur mjög mikið á og þegar við sífelldari áhyggjur og sífelld samviskubit og fólk það kemur alltaf fyrir það er einhver óanað með eitthvað sem þú gerir þú tekur einhver ákvörðun og þú þarf að velja á milli leiðar A og leiðar B og það er einhver hluti hópsins sem er óbáslega ánað með leið A og einhver hluti hópsins sem er ekki sem hefur freka vilja leið B og það er svona óanaður í smá tíma og maður líður eins og fólk sé bara ofsalega ósátt við því og reitt það sé alltaf einhver reiður ósáttu við eitthvað sem þú gerir sem er bara ég er ekki stærsta manneskjan í lífi hinna ég er bara einn faktor í lífi allra annara og ég ger eitthvað og það verður ósátt og svo hugsaði það ekkert það klukkutíma síðar en ég er kannski að veltast með það í marga daga og ég var að bregðast einhverjum Þannig að þú veist hvatningu hjá konunniðinni eða allavega lausan tauminn? Já, Guðmund Almáttur fekk alltaf hvatningu í henni og handlegari minn fekk mig til að átta mig á því, hún bara svona small saman í höfðinni hjá henni að ég ætti að fara aftur í kennslu af því að það sem hún sagði, það er svo mörg hliðarprojekt sem ég var með í gangi því ég var í kennslunni. Námsvefir, ég var að þýða forrit, ég var að þýða námsefni, ég var upprifin þegar krakkarnir voru að sofa á aðfangundag bara, þetta er spennandi námsefni og ég voru að, þetta var hobbyið mitt. Já, gagnsemi, sköpun og þar sem að þínir eiginleikar nutu sín vel. Sköpun, akkurat. Í þessu starfi gæti ég verið ofboðslega skapandi og sköpun er bara 3% af skólameistarastarfinu. Ég hélt að það væri miklu meira. Já, einmitt, akkurat. Ég skil hvað áttu. Ég sem skólameistari hef ekki sömu tækifæri. Ég hef tækifæri til að hvetja fólk áfram. Af því að það eru kennararnir sem eru skapandi og ég vera skapandi og þeir eru að gera hlutina. Ég á að passa sem skólameistari að hlutinni gangi upp. Ég á ekki að vera gerandinn. Ég á bara að búa til farvegin og það bara henda mér alveg rosalega illa. Rosalegt ferðalaga baki og þú ert á leiðin í Kvennó núna. Já. Sko, daginn sem, 2 dögum eftir ég labbaði út úr ráðuneytinu og þetta var búið að veltast við hausinn á mér, labbaði inn og 8 tíma hjá handlegara og komst að þessari niðurstöðu og bara hringdi strax í ráðuneytið og tilkynnti auðvitað er ég bara að fara að hætta og baðst lausnar að það var einhvern veginn svona það var einhvern svona losun og sama dag ég labbaði út frá handlegarann og sá ég bara að það var að renna út umsóknarfrestur í skólameistarastöðu þar ég komst að ég reyndar eftir á og ég þurfti ekkert að flýta mig svona mikið og svo sáttu við það að byrja að prófa að kenna í öðrum skóla og bara mjög gömlum og öðruvísi skóla, ég mun læra heilmikið á því en eftir ég tilkynni afsögn mína og læt vita og skólameistara fundi stuttu seinna með öllum öðrum skólameisturum og þá fekk ég fjöldan allan atvinnutilboðum bara ég átt að hætta okkur vantar þannig að það var bara mjög ánægilegt svona að finna þann backup og það er einhvern veginn, ég held að hafi flest allir vita það í kringum í umhverfinu mínu, ég var ekkert að vinna í því sem ég var að brenna fyrir.
og það veist, I could have told you so setningin eitthvað sem ég búin að heyra ansi oft í kveldunum. Ég bara óskaði til hamingju með niðurstöðun og með þetta ferðalag. Þetta náttúrulega hlýtur að vera erfitt og meðan á í stendur en ef maður kemst að niðurstöðu sem maður finnur að rétt í hjartamanns þá var það náttúrulega miklu að við séum hamingjusum í okkar störfum. Mér finnst Héðinn Unnsteinsson lýsaði vel þessu svona inferno hins opinbera starfsmanns þegar hann segir að þetta sé í rauninni bara ávísun á eyðileggingu og geðveiki ef þú ert stattur í aðstæðum þar sem að þú vinnur en þú sérð ekki afrakstur starfaðina. Og mín reynsla af opinbera kerfinu að hluta til þannig að þegar starfsmaður mjög duglegur að fá skapandi hugmyndir og margar hugmyndir og brennur í hjarta sínu fyrir einhverju sem hann veit að rétt og gott fyrir samfélagið, bara veit það af innsæi og reynslu og allir taka vel í það en það strandar alltaf rétt að hann verður að veruleika af því að þarf kannski bara einn til þess að stoppa það af að hljóms við þessar aðstæður skapast í rauninni alveg botnlaus vanlíðan sko og það bara held ég ansi stór hluti af okkar atvinnulífi á það líka við einkaframtakið en það samt öðruvísi dýnamík í einkaframtakinu heldur en opinbera heiminum ég get borið þetta tvennt saman að það, ég held að séu bara ansi margir sem eru svona fastir í einhverjum hlekkjum sem að samfélagið og þeir sjálfir ófu einhvern veginn í sameiningu komast ekki út úr því, líður ekki vel margir veikindadagar mikil óhamingja en menn svona reyna að standa í lappirnar og ég held að oft sé sko þegar fólk hækkar í tign til dæmis þegar einhver venjulegur sérfræðingur verður deildarstjóri eða sviðstjóri eða eitthvað svoleiðis. Þarna hef ég mjög oft orðið vitni að því að mér hefur fundið svona hamingjustig fólks fara niður. Því að það náttúrulega, sko, það að vera stjórnandi líka. Það þarf ákveðna manngerð til þess að verða stjórnandi. Þú lærir það ekki beint í skóla. Og þótt þú sért orðinn sérfræðingur einhverju sviði og þekkir það mjög vel þá bara ekkert sem segir þér eða mér að þú verðir góður að bera ábyrgð á sviðinu. Og svo þetta með tekjurnar að við kannski hækkum 150 skall eða 200 skall á mánuði við einhverja ábyrgð og förum þá að sko gegna starfi sem bara á alls ekki við okkur en okkur finnst bæði hvað var þar fjölskylduna að við höfum þessa skyldur og svo við horfum á einhverja ímynd og við komumst að rangri niðurstöðu, við höldum að samfélagið líta okkur sem einhverja lúsera ef við höfum kostaði á forfrömmun og stöðuhækkun en við þykjum það ekki. Ég held með öðrum orðum að við lifum mörg meir og minna í einhverjum misskilningi en mér dettur í huga það sé eitthvað aðeins að breytast. Mér finnst að við séum kannski mörg hver núna aðeins að fara meira aftur í kjarnan á okkur sjálfum, hver við erum. Efnishyggjan, hún kannski á ákveðnu undanhaldi þótt við verðum náttúrulega nóg. Hvað segir við þessu? Er eitthvað í loftinu? Já, ég held það sé rétt hjá þér. Sko, fyrsta lagi held ég að sko, kynslóðin sem á eftir okkur koma séu fyrstu kynslóðnar sem að geta litið svo á þau mun ekki vera með hærri tekjur undir fóreldra sínar. Ég held að þetta sé fyrsta skipti í sögunni sem að fólk átta sig á því að við erum að fá hjöðnun hvað þetta varðar. Þannig að börnin okkar munu ekki hafa sömu efnislegu gæði eins og við höfum. Þannig að og við hefum bara einhvern veginn litað á sem sjálfsagt mál að ef að það gefst tækifæri til framfara tækifæri til þess að ná meiri frama að þá auðvitað tökum við það tækifæri og við séum bara að svíkja okkur sjálf og svíkja fjölskyldu okkar eins og þú segir ef við grípum ekki það tækifæri þannig að maður einhvern veginn leiðist í einhverjum ógöngur og komin inn í einhvern bottlanga það sem að, ok, nú ég komin í hingað en hér ég ekki hamingjusamur. Hvernig endaði ég hér? Og það bara eitthvað sem að ég held einmitt að sé rétt hjá þér Björns að samfélagið kannski fara að líta öðruvísi á.
að sigurinn ekkert enda að lenda á tóknum, heldur sigurinn snýst það að vera hamingjusamur. Það sé tilgangurinn. Annars sem þetta eftir í hug, það samband hugar og handar. Það svona fyrir skrifstofumann eins og mig þá, það hefur svo mikil útrás og mér líður svo vel þegar ég get gert eitthvað með höndunum þegar maður kemur heim úr vinnunni og mér sýnist að alltaf núna sé aukin áhugi, aukin umræða sko hvað iðnaðar menn í rauninni ná að mastera þetta tvennt, samband hugar og handar og hvað það getur verið mikil slökun í því að vinna með höndunum en ekki bara frústriruðum huga sem djöflast en rekst sífellt á vegg. Já, og árangurinn ekki sem sýnilegur eins og þegar maður djöflast. Nei, það það sem er svo beautiful sko. Já. Það einhver, við sko, mér finnst eins og sagan sem þú ert að segja, mér finnst svona staki í þessu mengi að við séum að sigla í nýja átt og ég fagna því og mér finnst mjög gott hjá þér að koma hérna og ræða við okkur þessar reynslu. Það sýnir smáhugur ekki, það sýnir sjálfstæði og ég held að geti verið hvatning til annara, þannig að ég þarf svo bara að heyra í þér eftir kannski fyrri önnina í kvennu og fá að taka svona punktmælingar á þér. Já, ég ætla bara ekki að grípa það og taka svona svakara tilmyndin hvað ég hugrakkur, af því ég þurfti sko staðfestingu margra á því að það var í lagi. Þegar foreldrar mínir voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar kona mín voru búin að segja að þetta var í lagi, þegar vinir mínir voru búin að segja að þetta var í lagi og ég var búin að fá hrós víða, meira segja úr skólameistararsamfélaginu, mjög margir skólameistarar sem bara, já, vá, gott hjá þér. Samkennarar mínir undir menn í framhaldsskólanum í Moselsbæ, bara, vá, það verður söknuður á þér, vá, hvað ég skil ákvörðuna, að þá einhvern veginn lítum mér upp, af hverju var ég ekki búin að þora að taka þetta skref löngu fyrir, það vissu þetta allir nema ég, að ég væri óhamingjusamur. Já, en heldur þessi ekki til sko hinn típan líka sem að fékk öll þessi skilaboð og allar þessar meldingar, en hún setti samt hausinn út undir sig og böðlaðist áfram. Örugglega, maður bara verður ekki eins mikið vör við það. Það eitthvað svona, einhver upphefð í því að vera beðin alltaf, við þekkjum það, að vera beðin það að gera einhvað, að sumir kunna að líta á það sem upphefð á þess að segja já. Og það finnst mér einmitt svo aðdáunarvert. Já, ég þakkaði kærlega fyrir að beða þetta, en ég held ég ætla að segja pass í þetta sinn. Þannig að ég hefði átt að gera það örugglega bara á sínum tíma, ekki það, ég ætla ekki að líta á þetta sem tapaðan tíma, alls ekki, því að ég hef lært alveg rosalega mikið, kynst rosalega mikið af mjög góðu fólki. Ég vantarlega mun betur kynntur sem starffræðikennari heldur en ég var. Hef talað það allan tíma, ég stöðugt til að halda fyrirlestra og vinnustofur starffræði og geta kynntum með sem skólameistari í leiðinni gefur það aukið vægi, það bara þannig að vera skólameistari, það gefur röddinni aukið vægi. Þannig að nú ég búin að gefa það og nú ég bara ófælega sáttur við þá ákvörðun að hafa stigið til hliðar og segja bara, herðu, nei, nú verður einhver annar að taka við og mun örugglega gera það betur en ég því að skólameistarastarfi snýst svo miklu leyti það að leyfa öðrum að skína. Ég kann það ekki nógu vel að leyfa öðrum að skína. Mér langar að deila þig með þér hérna hvað sjálf mig var þar, af því þú ert búin að vera svo hreinskilinn og búin að vera gott spjalla við þig. Þegar ég var yngri þá fékk ég stundum símtöl, hausaveitur, alveg sama hvað átt með í laun, við viljum að dobla tekjurna þínar og gat verið með alveg brjálaðslega mánaðartekjur þegar maður var svona sjóðheitur, ungur og sætur. Nákvæmlega, frumlegur. Og hafði bara gríðarlega góðar tekjur af fjölmiðlun, lengi. En yfirleitt kostaði það að maður var sko 24/7, 365 daga á ári. Og til dæmis fór þetta illa með því þegar var ungt barn á heimilinu, maður var svona afrækja skyldur sínar og maður gerði bara í raun ekkert annað, hugurinn var alltaf þar. Svo núna, þá ég á taxta. Ég á blaðamanna taxta, ég held að sé bara í fyrsta skipti sem ég bara á strípuðum taxta hér á Samstöðinni. Og ég þurfti að fara í alveg af því að Samstöðinni bara fátækur fjölmiðill í sem hefur ekki efni á því að yfirborga einn. Og en mér finnst bara svo gaman í vinnunni að sko mér finnst það sem ég að gera, ég aftur komin í það sem ég var að gera í gamla daga. Ég hef engar stjórnunarlega ábyrgð, ég var nú fréttastjóri 20 og eitthvað ára gamall og
og allt það sko en er miklu hamingjusamari og ekki það sem við höfum að leita að jú, og sko en það sem ég var hræddastu við það var að sko þetta spyrðist út fyrst feiminn gagvart samfélaginu Bjössi algjör lúser, nú hann bara á taxta og maður sem bara hafði einu sinni mjög mikla ábyrgð, hann bara svona einn af litla fólkinu þarna á Samstöðin og svo hann til vinstri og þessi fjölmiðl og þetta eitur og stór hættulegt og hann bara búin að ganga göttuna enda, ég þurfti alveg ég þurfti að henda út röddunum í eyrunum á mér samfélagsröddunum, alveg vinstri hægri, áður en ég rauninni komst að því að þetta væri í lagi og þetta ekki bara í lagi, þetta bara akkur það sem mér finnst skemmtilegast að gera og ég byrð fólki í kringu þau finnst þú að hafa tekið rétt ákvörðun já, og svo maður núna búin að sjá það sko þannig að ég held að allsherjar svona endur mat á okkar gildum það er einhver stemning fyrir því og manni líður eins og maður sé að bara koma heim og þetta spjall við þig það mér finnst það mjög lærdómsríkt og bara gott að heyra þennan sögu Já, og það er svo gott að tengja við líka þess að þú segir þetta þegar maður vinnur með höndunum að því ég nú smiður líka Já, smiður líka Já, og vansins líkur í 15 ár til þess að hafa eftir því að vera kennari segi þetta kennan og ég og kona mín hefur verið að gera upp einbýlishús upp í Mosfellsbænum undanfarin 10 ár og það orðið svakalega fallegt og þar hefur maður séð þetta instant gratification á sækti í slættuna þessu umbun sem maður sér af því að það er að gera einhver með höndunum strax þú gerir við einhvern glugga og koni mín er með óbúslega gott auga fyrir hlutum þannig að við hefum verið að gera hluti sem henni dettur í hug og bara, já, vá, ég sé það núna hvað þetta gerir húsu okkar fallegra og núna getum við aldrei flutt hann í burtu það er náttúrulega hliðaraðverðin af því en þetta hefur líka haldið mann á lífi að geta svo farið heim og helgar og vera að gera eitthvað svona og fengi það í andlitið það er mjög gott og það er mjög víst sér íslenskt að vera bæði innvæðamannur og bókmennta og háskólamaður í leiðinni landtækifærarnar Valgarð Mári Jakobsson, skólameistari framhaldsskólans í Mosfellsbæ fyrrverandi en verðandi starffræði kennari í ég er ekki orðin fyrrverandi, ég bauðst lausnar 20. júní þess að eftir rúma viku verður formlega ekki lengur með skildunar, ég bara er að loka ein viku eftir næstum fyrirvænandi tökum spjall saman hvað við segjum upp úr næstu áramótum og þá höldum við áfram þessu ferðalagi veistu það, ég er mjög spenntur og gott að hafa eitthvað svona líka í huga og geta að tala þennan tíma og 2 kallar ræða tilfinningar, er það ekki alltaf eitthvað? Það er eitthvað sem við höfum ekki séð fyrir 10-20 ári síðan sannlega ekki kæra þakki fyrir komuna takk fyrir að hafa mig og ég frá þessu ágæta spjalli sem að gaf mér persónulega allavega mikið, ég vona þessi eins með ykkur hlustendur og áhörvendur víkjum við yfir í aðra sálma eftir andartak, ekki fara langt Samlokubrauð maltbrauð tékkneskt-brauð súrdeigsbrauð brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834 Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er góðu gestur Frosti Logason, verður velkomin. Takk fyrir kjalla, sælum blessuð. Herðu, það eru vendingar á Sín, stöð 2, fyrirverandi stöð 2, þar að segja. Og mér datt nú engin annar í hug, akkurat í dag, að ræða þessi mál. Það hefur nú illa náðst í fjölmiðlafólk. Hvað hefur að kalla þetta núna? Samsteypu sínar síðustu daga. Það eru kannski ekki tilbúin til þess að ræða alveg þær vendingar sem er eiga sér stað en þú hefur nú fylgst náið með, þú varst nú svona í Instakoppi þarna í fjölda ára. Hvað er að gerast? Ég er nú ekki með einhverja svona insight upplýsingar af rekstrarskristofunni eða eitthvað þannig en auðvitað er öllum ljóst sem að hafa fylgst með umræðinni að Sín er búin að vera í kröppum dansi rekstrarlega í langan tíma og þetta er auðvitað fyrst og fremst einhvers konar björgunaraðgerðir sem að eiga sér stað þarna núna þó að þetta sé auðvitað
presenterað, eða sem sagt okkur kynnt þetta sem eitthvað æðislegt nýtt upphaf og bara að vera að gera allt miklu betra og flottara og eitthvað svona, þá þetta auðvitað það hefur verið að reyna að bjarga rústunum sem þarna eru. Þetta er búið að vera gríðarlega erfiður rekstur í langa tíma, það er bara rekstur umhverju fjölmiðla er hræðilega vont. Og það er auðvitað, mér skilst að fjarskiptahlutin gangi betur heldur en fjölmiðlarnir sem að kemur ekki óvart. En þetta er búið að vera viðstöðulaust tap núna í langan tíma. Já. Og Sýn félag á markaði og hlutabréfaeigendur náttúrulega get ekki sætt sig við það að virði félagsins bara hríðfellur og blæðir peningum mánuð eftir mánuð, ár eftir ár og þarna farið í einhverja svona hagræðingar aðgerðir sem að ég persónulega held að það séu mjög, eins og þú veist, Stöð 2 er 39 ára gamalt vörumerki sem hefur vaxið með þjóðinni og bara er svona household name, leið mér að sletta hérna. Já. Og ég held að það sé mjög óráðlegt að taka svo rótgróið vörumerki og fleygja því bara fyrir borð. En þetta er eflaust sko maður er búin að heyra hluti af ekstra vandinn er mikill og þeir þurfa að greiða bara fyrir Vodafone nafnið eitt og sér hvort það sé einhverja 400 milljónir á ári eða eitthvað svoleiðis og þeir eru oft að tapa 400 milljónum á ári og oft að greiða fyrir nafnið. Þetta er eins og þegar McDonald's var það Metro af því að þetta var ódýrt að vera með franchisið og það er auðvitað þú veist þetta er auðvitað skref niður á við og það segir reyndar í tilkynningunni sem er sendur frá sér að áfram verði gott samstarf við Vodafone Group erlendis upp á tækniþróun og svo framvegis. Mér finnst það grunnsamlegt. Af hverju er verið að grauta saman þessu fjarskiptarekstri versus svo fjölmiðlarekstri? Það er svolítið það sem ég hef á svolítið erfitt með að skilja. Þetta er einhver hugmynd sem að er búin að vera í gerjun í Londonum í kringum okkur, þú veist, í núna 20 ár. Það er alveg langt síðan að þetta byrjaði að gerast og menn sáu einhver svona samleiðar áhrif í því að reka fjarskiptafyrirtæki með fjölmiðlum. Ég hef ekki séð að þetta sé neitt sérstaklega ráðlegt. En nú er þetta ég veit ekki, sá einhverja fréttir það að Stöð 2 ætla að hætta til dæmis með myndlyklana sem þau eru búin að vera með og þetta verður allt bara í appi. Þú veist, þetta er og fréttin sem ég sá og þá var forstjóri Símans held ég að tala að þetta væri nú sennilega ekki löglegt að gagnvart neytendum að þú verður að vera með smáforrit til þess að geta hort á myndefni Stöðvar 2 sem heitir núna Sýn sjónvarp. En þetta er allt svona þetta er náttúrulega lyktar bara því að það sé verið að reyna að spara peninga og strömlínur að laga reksturinn og ég hef miklar áhyggjur af því að þetta sé bara upphafið af meiri hnignun, það er að segja meiri niðurskurði og þá er ég náttúrulega persónulega með mínar tengingar við Exi 977 maður hefur miklar áhyggjur af því að það verði einhver baunateljari farið að líta svo á að þetta sé ekki skila nægilega miklu og því verði hent á haugana sem er reyndar og áhyggjefni, manni finnst það einmitt að þegar á tímum þar sem við ættum að vera að efla fjölmiðla og við ættum að vera að móka undir fjölbreytta fjölmiðla, við ættum að vera að styrkja útvarpsendingar, við ættum að vera að gera hitt og þetta vegna þess að heims ástandið einhvern veginn bara býður upp á það að hér verði fjallað hlutina að þá einhvern veginn ætlum við að fara þessa leið með þetta stóra fjölmiðlafyrirtæki sem er einmitt eins og segir rótgróið, það er jafngamalt og ég, það verður 40 á næsta ári og að svona kollvarpaði til þess að strömlínu laga það eins og þú sagðir að kauphöllinni. Það er ekki áhugjefni. Ég nefni Exi 977 fyrst og kannski mörgum gæti ekki verið meira slett sama þá ágætu stöð.
en hún hefur svona rætur í minni menningu og en auðvitað stóra áhyggjefni þarna bara fréttastofa Stöðvar 2 sem að ofsalega kostnaðarsöm rekstrarreining og með þessu sko við sjáum Sýn vera að færa sér nær svona þessu módeli sem að sjónvarp Símans og hvort þetta verði bara svona efnisveita eins og Síminn og Netflix og annað eins þá svona og þetta hefur verið hangandi yfir lengi að fréttastofa Stöðvar 2 gæti verið sko skorin út. Ég man eftir því samtali sko 2013-15 þegar ég var að vinna þar sko. En ég veit ekki sko Jón Ásgeir Jóhannesson nú komin inn í eigandahóp hluthafa hérna hjá Sýn og ég nú einn af þeim sem taldi það að vera mjög góða fréttir ég veit ekki mér skilst að hann sé ekki komið með sko fulltrúa í stjórn eða eitthvað svona en það var gott að vinna þegar Jón Ásgeir var eigandi þessara fjölmiðla hjá þessari samsteypu og maður verður svona að binda vonir við að hann sé að koma hann inn til þess að efla þetta en maður veit ekki, þú veist, þessar aðgerðir sem við sjáum núna eru klálega sko ekki góðar fréttir. Þessi svakalega breyting og þessi umbylting, fundurinn í Egilshöll og okkur svona, þetta allt svolítið svona hefði ekki verið hægt að gera það þetta einhvern veginn svona, þetta svolítið svona extravagant, þetta svolítið svona brjálæðislegt allt saman. Það verið að reyna að skapa einhver svona stemningu að það sé allt upp á við sko, sem það alveg klálega ekki og maður skilur eins og ég segi björgunarleiðangurinn bara það búið að vera viðstöðulaust tap aftur og aftur en þetta sko eins og þú sagðir áðan þetta bara dapurlegt vitni ömurlega stöðu sko einkarekinna fjölmiðla á Íslandi og að við skulum ekki vera búin að ráðast í aðgerðir sko, ég nefni alltaf fyrst og fremst auðvitað náttúrulega bara RÚV á sko að ekki vera á auglýsingamarkaði og það hefði þurft að gerast sko fyrir 15 árum síðan að RÚV verið tekið af auglýsingamarkaði áður en að stóru erlendu sko samfélagsmiðlarnir Google og Facebook og svona fóru að selja auglýsingar á Íslandi þá hefði íslenskir fjölmiðlar sko náð betri svona undirstöðu Það líka bara dásamleg þjónusta við neytendur að þurfa ekki að horfa í gegnum sitja í gegnum auglýsingar á ríkismiðlunum. Ég held að það sé ekki það að auglýsingar eru þetta líka ákveðin þjónusta við Já, en ég gef nú lítið fyrir þau rök einhvern veginn að auglýsingar séu þjónusta og það verði að vera eitthvað slott á undan áramótasköpunu fyrir auglýsendur og eitthvað svona, þetta bara, þú veist, ég meina, þá væri þetta bara þá myndi þetta allt kosta það saman. Já, í löndunum í kringum okkur, þú veist, þá eru Norðurlanda þjóðirnar ekki með auglýsingar á ekki BBC og þetta svo rosalega óheilbritt, það alveg saman hvort þú sért gallharður sósíalisti eða kapitalisti, sko, að það hljóta allir að sjá það að vera með sem sagt, frjálsan markað og vera síðan með sko ríkisfyrirtæki sem að fær í aðra röndina væna fúlgu af skattpening almennings og á sama tíma að keppa 100 milljarða sko. Já, og svo á sama tíma að keppa á samkeppnismarkaði við hinn einkareknu fyrirtækin sem fá engar sem eru bara að greiða gjöld og skatta. Þannig að þetta hrópandi ósiðlegt. Heldur þetta sé RÚV að kenna að svona sé komið fyrir Sýn? Já, sko, það þessu fyrirkomulagi RÚV að kenna. Ég vil ekki kenna sko RÚV stofnuninni per se þetta, en þetta fyrirkomulag að hafa RÚV láta það leika lausum hala á auglýsingamarkaði stór þáttur í þessu. Svo náttúrulega hefur við ekki borið gæfi til þess að skattleggja þessar erlendu veitur og og auglýsingatekjurnar sem að renna til þeirra, Facebook og Google og svo framvegis, þetta bara eitthvað vilda vestur sem að átti að vera búið að taka á fyrir löngu síðan. Svo má líka nefna frelsi fjölmiðla til þess að auglýsa til dæmis veðmálastarfsemi eða bjór og léttvín, þú veist, þetta eru
það mikið markaðsfé sem að íslenskir fjölmiðlar verða af á meðan að fjölmiðlar í löndunum í kringum okkur Er það stengur bara rauðvínsborðið? Já, til dæmis. Nei, ég meina, mér finnst þetta vera allt og mikil forræðishyggja að það með ekki auglýsa bjór og léttvín eins og í bara heilbrigðum löndum í kringum okkur sömulegis með veðmálastarfsemi auðvitað þetta allt saman þú veist, ég meina, ég veit ekki betur en að hún sé líka að það sé bara svolítið komið úr böndunum akkurat einmitt út af erlendu veitunum og það er ekkert hægt að stoppa þig ef þú ert bara hýsir vefinn þinn einhvers staðar erlendis. Nei, þú stoppar ekkert svona með boðum og bönnum, þú veist, það er miklu frekar að þetta sé tekið inn í kerfin og haft með þessu eftirlit og skattlagt og svo framvegis miklu heillavænlegra. Þetta eru nokkur atriði sem maður getur nefnt sko, til þess að efla einkarekina fjölmiðla á Íslandi en það er einhver alger vangeta stjórnmálamanna til þess að gera nokkrar breytingar á þessu sviði og það samt að það var skrifuð mikil skýrsla sko, einhver nefnd fengin til þess að taka út stöðu einkarekina fjölmiðla og þetta er allt lagt til í þeirri skýrslu, það hefur ekkert verið framkvæmt af þeim tillögum sem þar voru lagað fram og maður á meðan sér maður bara fjölmiðlun hnigna og verða að engu hún er alltaf að breytast þannig mikið en nú þú ert með broadcastið og svo ég spurði þig bara svona persónulega hvernig gengur með broadcastið til dæmis? Það er bara þetta bara hark í sjálfu sér en sem betur fyrir gengur það og ég get lifað af þessu en það verður engin ríkur af þessu og þetta gæti verið og ég til dæmis ég er ekki í þeirri stöðu að geta sótt þennan fjölmiðlastyrk sem að það þarf að vera með 4 starfsmenn launþega, ég er ekki með svo marga starfsmenn og þannig ég fell ekki undir þá kríterju að geta þegið sama styrk og þau fyrirtæki sem ég er í samkeppni við þannig að það er auðvitað erfitt og í grunninn er ég náttúrulega á móti þessum fjölmiðlastyrkjum per se, bara þú veist myndi miklu frekar að RÚV verið tekið út á auglýsingamarkaði en er þeir ekki einmitt ágættir svona til þess að vega á móti þessu á meðan þetta er svona að þá er það kannski nauðsynlegt en ég myndi miklu frekar að vilja að umhverfið væri bara heilbrigðara en svo að ríkið þyrfti að styrkja fjölmiðla. Það er bara til marksum að markaðurinn fyrir þetta sé óheilbrigður. Þú lærðir fjölmiðlafræði og fjölmiðlun ég meina þú hlýtur eitthvað svona í þínu námi að farið í það með þróun fjölmiðla þegar þeir eru að þróast á þessum tíma sem að þú ert í þínu námi bara alveg óbærslega hratt með tilkomu TikTok og Snapchat og allt þetta og það verður til eitthvað svona hliðarafurð fjölmiðlunar og ég meina Facebook það er allir komnir með sinn persónulega fjölmiðl og einhvern veginn finnst manni að bæði RÚV og svo fyrir Stöð 2 nú Sýn hafi einhvern veginn ekki náð að svona halda í við þessa þróun þetta eru svolítið svona stofnanir það eru fastar fyrir þannig að kannski og ég velti fyrir mér er þetta þá kannski ekki bara jákvætt það sem að Sýn er að gera að Sýn sé að veslast upp og deyja það er alveg klálega einhverju sem getur tekið undir það sjónamið og jú, þetta er alveg rétt að það voru rosalega mikla breytingar með tilkomu og þessu aðgengi fólks að og hlaðvörpu þetta sem við bara lifum og hrærumst í þeim heimi hlaðvörpu eru bara mest ört vaxandi miðillinn í hinum vestræna heimi og farin að hafa talsett meiri áhrif heldur en stærstu fréttastofur heims þetta bara, við sjáum það bara í Bandaríkjunum það er hann er Joe Rogan hann er með meiri útbreiðslu heldur en þú tekur bara CNN, ABC, Fox, New York Times, allt samanlagt Ég held að einmitt sá maður honum hefur tekist að brúa einmitt líka svolítið bilið á milli vinstri og hægri Já, einmitt og þetta er auðvitað óbærslega mikil breyting sem hefur orðið og á sama tíma þá hafa eins og segir þessar stofnanir fjölmiðla lítið breyst og þeir sem áður voru svona hliðarverðir fyrir upplýsingar og filteruðu hvaða upplýsingar komast til almennings hafa í raun og veru ekki breytt því hlutverki sínu að neinu leyti og við erum að sjá
almenning sko fá bara allt aðrar upplýsingar í gegnum sjálfstæðar veitur eins og x.com og svona og það verður til þetta svakalega vantraust í garð stóru legacy fjölmiðlana af því að miklu leyti vil ég bara segja að þeir eru bara oft á tíðum að reka áróður fyrir henni ríkjandi skoðun eða það sem er ofan á hjá sko, stjórnvöldum hverju sinni sem er alveg algjörlega gagnstætt sko, hlutverki fjölmiðla sem að vera fjórða valdið sem aðhald gagnvart stjórnvöldum en það hefur komið í ljós að til dæmis í Bandaríkjunum sérstaklega og við sjáum þetta alveg hér bara RÚV er svona rosalega svona þessi miðill sem að segja okkur að það sé allt í lagi og við getum flissað með Gísla Martin á föstudögum og sem að fær stjórnmálamenn í viðtal og einhvern veginn að normalisera allt sem að þeir eru að gera og þetta er svona margslungið en þetta er alveg mjög áberandi að þeir eru að bara bera út boðskap ríkjandi afla þessi stóru fjölmiðlar og almenningur farin að átta sig og það komið rosalegt svona rosalega gjá en það er líka mikil upplýsingaóriða því að það er einhvern veginn ekkert sem við getum reitt okkur á eins og við ættum í rauninni að geta gert ég meina ríkisfjölmiðlinn ættu þetta að veita þetta aðhald eins og segir og ég meina sko að ólöstu þeim blaðmönnum sem að vinna og ég veit að vel og að heilindum að sinni starfi inn á RÚV þeir eru ansi margir það er einhvern veginn svona samt sem áður spurningi kannski svona vill fólk endilega þessar upplýsingar. Er það ekki kannski bara líka að leita sér af upplýsingum og efni sem að einhvern veginn svona ítir undir ákveðnar skoðanir, lífssýn og annað? Já, akkurat, ég vil líka taka það fram með þetta, það er alveg ljóst að það eru til blaðamenn og RÚV sem eru bara virkilega góði blaðamenn og maður getur alveg lesið við fréttir sem eru hlutlausar við hlutdrægni og eru bara svona að segja hlutlægt frá málum en allir þessi blaðamenn verða bara svo fyrir svo miklum áhrifum af henni ríkjandi skoðun í menningunni sem að við hrærumst í og það er það sem að það er að verða þessi miklu skil sko, það eru sko í auknum mæli hópar fólks sem eru bara ósámála henni ríkjandi skoðun og þess vegna næri þetta ekki saman þetta er klárlega sko, ég meina þú sér bara stofnanir eins og CNN eða þessi stóru fjölmiðlar Vestanhafs sem eru sko ekki svipur hjá sjón sko af því sem þeir áður voru bara hnignunin er algjör af því að fólk treystir ekki lengur þessum upplýsingum. Já, það er ljóst að fjölmiðla umhverfið er alltaf að breytast. Ég meina við mistum hérna fréttablaðið á tímapunkti, við erum ekki með neitt útgefið fréttablað, annað heldur en Morgunblaðið sem að einhvern veginn er áskriftablað og hefur svona verið þekkt fyrir að draga taum ákveðna skoðina og þannig að þetta er svona, við erum á svona breaking point, svo ég haldi nú áfram að sletta í fjölmiðlun á Íslandi aðri virðist. Já, og það má ekki gleyma því að svona fjölræði og fjölmiðlamarkaði er alveg óbóðslega lýðræðislega mikilvægt. Það sé sem sagt bæði ólíkir eigendur fjölmiðla sem komur ólíkum áttum og ólíkar áherslur sem að heyrist, öll sjónamið komist að einhver staðar. Þetta er bara svona mjög óheilbrigt lýðræðislega ef þetta verður svona monotónist sko, og ég svo að tala áðan fréttastofu Stöðvar 2, miklar áhyggjur af því ef hún loknast út af þá er náttúrulega bara með eina svona sjónvarpsfréttastofu og en að samaskapi þá er fréttastofu Stöðvar 2 sko ofsalega mikið svona monotónisk við fréttastofu RÚV, það er ekki mikill munur á þeim þú veist, en ekki það að það hætti að vera einhverjar allt aðra fréttir í gangi á mismunandi fréttastofum. Nei, þú veist, ef við erum að tala bara um harðar fréttir. Já, en frétta svona, þú veist, ef þetta er einhvern veginn allt bara, þú veist, allir þessir blaðamenn á ólíkum fréttastofum lepja upp sömu upplýsingarnar frá stórum fréttaveitum út í heimi. Og Reuters og Emitt. Þá erum við bara að fá einhvern veginn eina mjólk á sömu kúnni. Já, það er bara
Já, þetta er áhugavert, en sko ég sá það eru lykilstarfsmenn sem hafa horfið núna af sín síðasta árið bara, það hafa einhvern veginn svona verið að svona, ég tínast af alveg ótrúlegt magn af svona lykilfólki eins og þú segir og það segir okkur aftur bara að þarna eiga sér stað mikill samdráttur og mjög áberandi dæmi að Eva Georgsdóttir sem hafa búin að vera yfir framleiðslunni í áratugi eða 20 ár og bóðslega hæf og reynd kona. Ég held að allir beri Evu Georgsdóttir velsöguna sem hafa unnið með henni. Hún þótti ekki nógu góð til þess að fá stöðu dagskrárstjóra stöða 2 held ég að sú staða hafi verið titluð. En kortir í seinna þá fékk hún þetta starf sem dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins eða Ríkissjónvarpsins sem er talsvert eftirsóknarverðar starf sem segir okkur bara einhvern veginn að forgangsröðunin þú veist þetta eru upp á Suðurlandsbraut hjá Sín sé einhver önnur heldur en sko að vera með endilega hæfast á fólki, það er verið að telja baunir sko. Einmitt, og það er mikil mannöður og hefur verið mikil mannöður hann í kringustöð 2 og einu sinni héti þetta 365 miðlar. Ég meina þetta hefur verið reynt áður svo þú veist þetta samina allt svona undir einum hatti, ég meina þetta fréttastofa 365 miðla var einu sinni til og svo var til eitthvað sem var svona 24/7 eitthvað frétta tilraun og það hefur svo sem alveg gustað þessa stofnun spurning hvort að þetta verði kannski svona hið síðasta en ég sko deili áhyggjum þínum af X-inu að því að ég sá eitthvað staðar að X-i væri bara blússandi siglingu núna bara einhvern veginn svona öllum á óvörum kannski. Það er rétt, það er búin að vera síðastlið ár sko miklu stærri hlustunulega heldur en FM 957 sem að sögulega hefur oftast ekki verið þannig. Já. Einhver hvað svo orðið við mig að X-ið væri orðið svona Rás 2 og menna Rás 2 væri orðið svona meira bylgjan og ég veit svo sem ekkert hvað til í því en ég held að það sé sko einmitt að því að þetta eru svona household nöfn í fjölmiðlamarkanum og við byrjum öll svona ákveðna taugar til þessara stofnana. Einu sinni að því að ég vann nú þarna í 23 ár hún ákveðist tími og það var nú einu sinni að í einni yfirtökunni og sammenningunni að þá var ákveðið að X-i 977 skildi nú heita Radio X. Ég man eftir því. Og okkur sem vorum aldur upp á X-inu fannst þetta afskaplega hvimleitt en við þurftum að kyngja þessu og þetta var svona í nokkra mánuði og svo fórum við á skrifstofu forstjóra hvort það hétt Norðurljós þá eða þetta var allan áðurinn var 365 Íslenska útvarpsfélagið eða Norðurljós og þá var hann Sigurður G. Guðjónsson forstjóri og við fórum til hans og sögðum þetta er hræðilegt sko. X-ið var sko þá 10 ára gamalt vörumerki og okkur fannst bara algjörlega fráleitt að henda 10 ára gamlu vörumerki. Það er stofnað 1993 og Sigurður G. sem betur fyrir að bara þetta er bara hárri rétt hjá okkur strákar. Við bara breytum þessu aftur í X-i 977. Ég held að þessi aðgerð núna með stöð 2 sé að sama meiði það muni eftir nokkra mánuði eða 1 ár, 2 ár þá kemur einhver svona MBA sérfræðingur innan sínar og segja heyrðu, þetta var ekki gott, við þurfum að breyta þess aftur í stöð 2 og stöð 2 kemur aftur og heimili landsmann og það verður kynnt með pomp og prakt. Þetta er eitthvað svona ákveðin og óstöðuleiki en við bara býðum og sjáum hvað verður. Það var dásalegt að fá þig, Frosti Lóðsson. Takk fyrir að bjóða mér. Takk hérlega fyrir mig og okkur og ég þakka í bili, bið ykkur að tóka við því að það er meira hér eftir auglýsingar. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég ætlaði að vera með svolítið svona debatt og núna erum við með 3 manneskjur sem eru tilbúinir í debatt við skipuleggjendur hópsins Ísland þvert á flokka sem ég baði að koma aftur í spjall en þeir höfðu ekki tök af því svöruðu mér ekki en ég sem sagt við ætlum bara samt að svara þeirra að fara yfir þessar kröfur sem eru settar fram fyrir ný mótmæli sem eru boðið núna ekki morgunldur hinn
Til mín eru komnir góðir gestir. Það Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann, Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata og Halldóra Jóhanna Hafsteins, stuðningsfulltrúi. Hjartans þakki fyrir að koma og bara taka slaginn, sem við vitum ekki alveg hvað slagur en við ætlum að reyna að vera dálítið málefnaleg hérna í þessu í þessum svona þetta ekki einhvers konar svona gagnræða sem að við getum Jú. Það ekki konsept sem að þýðir það sem svona umræða eða umræða sem á að vera til höfuðs haturs orðræðu. Jú, eða gagnrýnin eða til gagns og þú veist, ég þetta að viðurkenna mér svona pínu spes að taka þátt í rökræðu þar sem að hin hliðin ekki mætt sko, eða þú veist ekki það, ég veit að það væntanlega einhverja góðar ástæður fyrir því að þau komust ekki en mér það svona alltaf svona pínu erfitt að kannski við vera koma með svona rök á þess að sá sem að þeim beint til gefist kostur á að svara eða bregðast við sko. Já. En þú veist, það bara eins og það En það stundum þannig við höfum stundum haft það í sitt hvort lagi í einu þætti eru einir og svo koma hinir ef að þeir kannski verður þetta bara þáttaserja sér kost. Já, sko við erum alltaf búin að vera með ákveðina þáttaserju í kringum þetta bæði mótmælin á Austurvelli og síðan mótmælin gegn mótmælanum og þeir komu Sigfús og Baldur komu og skýrðu út sitt mál fyrir okkur svoleiðis og þeir náttúrulega sögðu að þeir væru að berjast sko við þessi ummæli að fólk segði að þeir væru rasistar. Og voru mjög ósáttur við það og síðan kemur upp þessi umræða á samfélagsmiðlum að Sigfús hafi verið í húsdýragarðinum á svona fjölmenningarhátíð eða menningarhátíð fjölmenningarhátíð var það, helskis mér og þar hafi verið sko hann hafi verið heyrt það að Sanna Magdalena Mörtudóttir hafi kallað sig rasista en síðan það ekki rétt sko, það ekki rétt. Það ekki rétt, við vorum ég, Sanna, strákurinn minn og önnur kona og Sanna, hún hversmanns hugljúfi og ég veist hún bara gæti kallaði eitthvað þessu nafni, en hún gerði það ekki og það var ég sem sagði það. Nú það varst þú? Það var ég sem sagði það, já og af því að mér bara einhvern veginn datt ekki í hug að sjá þennan mann þarna innan öll börnin og fjölskyldunar frá alls staðar aður heiminum og ég veit ekki, ég benti stráknum mínum á hann og En sko, nú ætlum ég ekki að taka afstöðu til þess hvort að hann eða annað fólk sem að mætti að séu endilega rasistar en mér finnst það mjög bara valid eða bara mjög eðlileg spurning í þessu samhengi að ef að þú upplifir ekki að þú sért rasisti en þú ert með skoðanir og áherslur sem að líkjast svo mjög rasisma að þú lendir ítrekkað í þeim misskilningi að þú sért rasisti og þú upplifir að þú eyðir mjög mjög tíma í að útskýra að þú sért nú samt ekki rasisti og eyðir mjög mjög tíma í að greina í sundur nákvæmlega hvað þér finnst og nákvæmlega hvað að vera rasisti og hvað mörkin liggja nákvæmlega og að tæknilega séð í öllum smátriðum þá sértu nú tæknilega séð ekki rasisti. Er þá samt ekki sennilegt að það skoðanir sem þú hefur séu það líka rasisma að mögulega hafur eitthvað tímann á leiðinni gleymt mennskunni og kannski séu þetta skoðanir sem að þú ættir ekkit endilega að vera stoltur af að hafa þó svo að tæknilega séð sé hægt að færa rök fyrir því að það séu kannski eitthvað annað heldur en nákvæmlega það sem kallað rasismi og þá ekki jafnvel líka eðlilegt að álit samfélagsins á þér sé svo líkt áliti samfélagsins á rasistum að það þurfa að fara í samskonar fingreiningu til að koma á staði í nákvæmlega hvað sá munur liggi og er það ekki bara svona tiltölulega eða þú veist Og líka það, sko, verið að taka þetta orð rasisti og reyna að gera lítið úr því sem sagt og reyna að koma því út úr orðabókinni af því þeir eru viðkvæmir fyrir því, rasistarnir, að þessi notað. En þetta orð náttúrulega bara notað út allan heim og bara mjög valid orð og við bara höldum áfram að nota það yfir akkurat þetta sem Alexander búin að vera að segja. Þetta náttúrulega maður sem að skipulaði mótmæli og orðræðan fyrir þau mótmæli var alveg svakaleg. Það var bara verið að mælast til þess að fara nýr í bæ og lemja fólk af vissu þjóðarni
Það var, já, en ég spurði hann einmitt um það og þá hérna, ekki það ég ætla að taka af mér hérna að vera málsvari hans, Jú, það má. en ég ætla að vísa bara í spjallið sem ég átti, að þar einmitt var ég að spurja hvort það væri ekki svolítið skrítið að ef ábyrgðar hlutur að setja fram ákveðnar kröfur og pælingar í samhengi, sko, í raunverulega í svona aðstæðum og hérna samhengi sem er raunverulega espir upp ákveðina svona hatur og vísaði þá í þessi orð og þeir sögðu að þessum einstaklingum hefði verið umsvifalaust vísað út af þessum vettvangi sem hefði haft þessi og sem bara ekki ábyrgð á þessum orðurum ofbeldis hótun raunverulega. Það hefði verið gert áður en að þessi orð urðu opinber. Ég veit það ekki, en mér finnst sko, hérna, ég er alveg sammála ykkur, þetta er náttúrulega svolítið kannski titlat og hvað er rasismi og hvað er ekki rasismi og við ætlum að fara kannski aðeins yfir þessar nýju kröfur sem eru settar fram fyrir næstu mótmæli og skoða þau í þessu ljósi, er það ekki? Mér langar líka að segja eitt í sambandi við eins og þannig í fjölskyldu og húsdýragarðinum þá segir hann að það hafi verið alveg hræðilegt ástand og það hefur bara verið þannig brún börn sem hefur bara vaðið yfir annað fólk og sýnt dónaskap og þetta hefur bara lýsir þessu raunverulega bara eins og einhverju, það hefur bara verið uppþótt hana og ég get ekki sagt að ég hafi orðið nokkuð stað vör við það. Eini maðurinn sem ég sá öskra inn í garðinum var hann að öskra á barnabarnið sitt þegar ég sá hann. Þannig að, já. Og kannski reyndar ef ég má aðeins fara í sko stöðuna á málefnum hælisleitenda og bara kannski innflytjendamál almennt, þá finnst mér mjög skrítið að akkurat núna sé að koma einhver svona rosa mikil vakning og reiði það að það sé einhver krísa sem þurfi að stoppa af eða eitthvað svoleiðis, að því að eins og við kannski sem fylgjumst með vitum þá hefur á síðustu árum verið gengið mjög langt í að takmarka réttindi til að koma hingað, takmarka fjölda sem við tökum á móti, takmarka bara lögleg úrræði fyrir fólk til að leita réttar síns eða til þess að reyna að berjast á móti því að vera vísa á landi. Þróunin hefur öll verið í þá leið að gera það erfiðar að koma hingað þannig að það er ekki eins og að það þurfi að bregðast við einhverju yfirvofandi opnun eða aukningu með einhverju viðbragði. Þvert á móti myndi ég segja að við höfum gengið of langt í því að takmarka réttindi og þú veist þó að og nú segir ég bara að þú veist að orðræðan hefur verið mjög skrítin því að nú er ég fulltrúi hérna vissuleyti Pírata sem flokks og við höfum gengið svona hvað lengst í því að vera bara fulltrúi þess að við eigum að virða mannréttindi og við eigum að vera land sem að styður fólk sem er í nauð og tekur á móti gestum vel og bara tekur á móti innflytjendum og hælisleitendum með ákveðnum hætti. En meira sé að við erum ekki að halda því fram að það er ekki að vera neins konar landamæri eða það er ekki að vera neins konar fjöldatakmarkanir eða það er ekkert að skoða þetta eða það sé alveg sama þó að fólk sé ofbeldismenn eða nauðgarar eða eitthvað svo, meiri sé að við sem göngum hvað lengst erum ekki á því að þetta verið bara eitthvað svona alveg opið vilt og galið sko. Auðvitað á að vera, það er ákveðin fjöldi sem við getum með góðum móti tekið við hverju ári, við þurfum að passa innviðir séu í góðu lagi til að taka móti þeim fjölda sem við ákveðum að taka móti og við þurfum að passa að, ef að fólk er að villa á sér heimildir eða er að fremja eitthvað glæpi þegar það er hérna og er í ferlið þá náttúrulega á það ekki, þá að það geta útilokað frá því að fá jákvæða afgreiðslu alls konar svoleiðis, en við viljum ekki loka fólki inn í lokuðum búsetuúrræðum sem eru eins og hálfgerða fangabúðir meðan umsóknin er í vinnslu og það er líka mjög mikilvægt að koma fram að þessar stóru kostnaðartölur sem urðu hérna til fyrir nokkrum árum þær voru ekki út af þessari hefðbundnu móttöku hælisleitenda eða umsóknum fólks á flótta. Þessi almennu tölur hafa verið svona frekar stabílari gegnum árin. Það sem gerðist var að Ísland ákvað að bjóða sérstaklega hingað fólki frá Venezuela og fólki frá Úkraínu og veita þeim svona sérstaka vernd sem að gera það verkum að þau geta komið í töluvert stærri hópum og fá sjálfkrafa réttin til að vinna. Og svo gerðist það, hvort að man ekki alveg hvaða ár það var, fyrir nokkrum örfáum árum, að sérstaka verndin fyrir fólk frá Venezuela var afnumin og þá duttu mjög margir sjálfkrafa úr því að mega vera að vinna. Það þurfti allt í einu að fara að taka þeirra mál öll fyrir á einstaklingsgrundvelli sem er miklu meiri kostnaður heldur en að samþykkja þau bara með einhverju svona almennri yfirlýsingu og þau sem höfðu verið að vinna og máttu það ekki lengur duttu öll á framfærslu ríkisins á sama tíma. Það var það sem gerðist. Þess vegna kom einhver mega 19 milljarða kostnaður upp úr þurru
það var vegna þess að sérstaka verndin var afnumin frá mjög fjölmennum hóp samtímis sem hafði komið hingað í rauninni í sérstöku boði með sérstakri ákvörðun. Þetta hljómar einmitt svona eins og þessar lýsingar oft á vandanum, þegar verið að greina vandan, eins og þegar þeir eru að greina vandan, þá er bara verið að afsala sér ábyrgð, eða þetta okkar kerfisvandi einhvern veginn. Það getur ekki verið vandi þessar örfáu sem að hér fá leita hælis og fá skjól. En kannski það líka bara skiljanlegt að mörgu leiti. Þú horfið og ert inn í þessu samfélagi og þú ert búin að horfa á það í áratugi hvað erfitt að breyta þessu og það ekki hægt að hækka skatta á þá ríkustu og fá meira inn í ríkissjóð til þess að lagfæra þessi málefni. Þegar þú horfir síðan á þetta ár eftir ár eftir ár, þá auðvitað veit ég og sumir fari í það að horfa út fyrir að þið geta ekkert gert. Þetta bara svona kannski einhver vannmáttur líka í fólki og þá fyrir það að horfa á akkurat, ég getur sagt þetta blinda augað og ég ekki að samþykja það en ég get alveg skilið af hverju fólk fer þarna. Þetta getur verið viss uppgjöf. Svo líka, hann talaði með mitt í viðtali núna daginn, hann Sigfús, að hann hefði legið á spítala og þetta hefði verið þarna hælisleitendur og aldra fólk og hann hefði þurft að liggja á ganginum og fór að kenna flóttafólki og fólki leita alþjóðlegri vernd það að heilbrigðiskerfi verið sprungið. En það náttúrulega alls ekki. Við höfum ekkert verið að byggja upp innviði og við að taka við 2 milljónum af túristum á ári. Þú getur ímyndað ykkur hvort að það hefur líka áhrif á heilbrigðiskerfið, en þessir örfáu hælisleitendur sem eru hérna eða flóttafólk, það ekki að sliga. Fyrir þetta það svo eru spítala fullir af gamlu fólki sem komast ekki inn á hjúkrunarheimili. Og svo getum við tekið launamál og húsnæðismál spítalana og annað. Já, en svo við viljum fara í það, þá ég hef alveg ákveðin skilning á því hvernig þetta hugafar myndast, af því að í grunninn þá rótin að þessum vanda svo að fólk upplifir að það hafi ekki tækifæri, það njóti ekki virðingar, það ekki séns í samfélaginu, það sé jaðarsett og útskúfað og það að leita að, af hverju þetta svona? Hver tók frá mér tækifærin sem ég hélt að ég myndi hafa í lífinu? Og það að svona almennu pólitíkinni, svona miðjunni, hefur ekki tekist að leysa einhvern veginn þetta, hefur ekki tekist að gefa fólki tækifæri og það orðið of mikil misskipting auðs og tækifæra í samfélaginu. Það orðið of auðvelt fyrir fyrirtæki og þau sem eru auðugri að valta yfir aðra. Það orðið erfiðara það orðið minni hreyfanleiki milli svona efnahagshópa heldur en var. Þó að við séum ekki komið jafn langt og sem önnur lönd í því, þá þróunin samt í þá átt. Og ég skil alveg að þegar fólk upplifir afkomu ótta, upplifir að sér þrengt, þá þrengist svona, hvað segir við, samúðarhringurinn, það þrengist hringurinn sem að fólk svona bara tilfinningarlega og andlega upplifir að sér sé tækt að varða eða svona þannig. Og þú veist, það í sjálfu sér bara tiltölulega útskýranleg sálfræði og við tökumst í rauninni ekki á endanum á við það með því að skamma þau fyrir að vera rasistar eða fyrir að vera fíbla, hvað vil ég segja. Við verðum að takast á við rót vandans sem misskipting, sem skortur á tækifærum, sem jaðarsetning, sem bara skortur á félagslegu stuðningsneti, skortur á tækifærum til bara félagslegra samveru með fólki. Þetta eru vandamálin sem að valda þessu. Vandamálið ekki að hér sé fólk af annarri menningu eða öðruvís á litin eða öðrum trúarbrögðum eða öðrum tungumál, þó að það geti búið til hliðarvandamál eða verið hluti af því að kerfið sé kannski orðið sligað ef að það til dæmis ekki sett of mikið í heilbrigðiskerfið eða velferðarkerfið, þá getur það að verið hluti af ástæðu fyrir því að það sé undirmannað eða undirfjármagnað, en það ekki grundvallarorsökin. Grundvallarorsökin að við erum ekki að fjármagna þessa innviði nóg og við erum ekki búið til tækifæri og við erum ekki að jafna tækifæri sem fólk hefur aðgang að. Þetta svona eins og bara, þú lýsir þessu, þá þetta bara eins og einhver svona fullur kall einhvers staðar sem eða alveg einhver fársjúkur einstaklingur sem fársjúkur á einhverjum ástæðum en orðinn svo kannski taugaveiklaður að hann þolir ekki þegar eitthvað badd kemur og pirra hann með strái eða einhverju, þá bregst hann illa við, þá það einmitt, það skiljanlegur pirringurinn, það hægt að sjá að þetta ákveðið
kannski ef einhverju sjá brún börn vera með frekju yfirgangi í húsdýragarðinum, sko eins og lýst eða bara raunverulega á spítölunum, einhverju sem að því það mikið talað þetta að sko sérstaklega sjálfstæðis fólki núna þetta með allt í lagi, ég ekki rasist, það allt í lagi að fólk komi hérna svo fremur sem lagi sig að okkar gildum og okkar reglum sem að maður velta aðeins fyrir sig hvaða gildi eru það svona sem að já þú veist í samfélag þar sem að einmitt svo mikil misskipting og þetta svona eins og einmitt hann sagði daginn að hann alltaf sko ekkert að hætta að borða svínakjöt af því að þú veist, þú breyta sér fyrir annað fólk en það náttúrulega enginn að biðja neitt um að hætta að borða svínakjöt. Þetta svo mikið bull sem í gangi. Og það náttúrulega upplýsing óreiða. Eitt af þeim orsökunum líka bara upplýsing óreiða. Svo náttúrulega líka bara að þú veist, það hendar sér vel eða þú veist, við erum náttúrulega með mikið að jaðarsettu fólki og mikla misskiptingu og það náttúrulega hendar stjórnvöldum betur að í staðan fyrir að taka því að reyna að benda þá á einhverja sökudólka. Ég meina það tókst í rauninni bara mjög vel ef ég lítið á það sem að hjá síðustu ríkisstjórn að framleiða vandamál til þess að beina svo athyglinni að í aðdraganda kosninga með því að afnema sérstöku verndina fyrir fólk frá Venesúela og þar með var komin innflytjenda hælisleitenda krísa sem að þeir gátu snúið umræðunni að og talað frekar heldur en annað sem var kannski djúpstæðar í vandamál sem að við höfum kannski átt að vera að ræða frekar í aðdraganda kosninga. En þetta varð aðalmálið út af því að það tókst að framleiða þarna ákveðna krísu með þessari aðgerð. Þetta náttúrulega rosalega óheiðalegt. Ef maður hugsa það gangast ekki, taka ekki ábyrgð á ástandinu eins og það og hversu illa komið fyrir og hvað hefur orðið hröð misskipting á þessu landi og finna þá þennan blóra böggul. Þetta eitthvað svo hræðilega. En sko stjórnmálamenn og valdið og fjölmiðlar líka, þeir eru ekkert að aðstoða við það að taka og greiða úr þessari flækju og upplýsingu óreiðu. Því miður, þeir eiginlega bara bæta í bálið oft á tíðum. Svo það er til dæmis talað að þessar hælisleitendur fái bara allt upp í hendurnar og bara endalausar læknaheimsóknir og allt svoleiðis. En ég meina þú ferð ekki til tannlæknis nema til að láta rífa úr þig tönn og þú verður að tilkynna þig oft og þú þarft að búa í húsnæði kannski með fullt öðru fólki sem þú þekkir ekki neitt, komin úr mismunandi aðstæðum til þess að fá lága dagpeninga. Já, það skiptir engu máli hvað fjölskyldaðin stór, þú fær 28.000 krónur í dagpeninga eða þú veist á viku í mat, nema að það sé matur á staðnum sem þú ert, þá færði ekki neitt og svo eftir 28 daga færið framfærslufé sem eru 2.700 krónur á viku fyrir fullorðna og 1.000 krónur á viku fyrir hvert barn, óháð fjölskyldustærð og ég get ekki séð hvernig nokkur manneskja á að geta framfært sig á þessu og svo er þetta líka þannig að ef þú færið samþykkta vernd þá hefur þú 4 vikur til þess að ef þú færið vinnu þá hefur þú 4 vikur og þá færið ekki lengur aðstoð frá ríkinu þá þarf það geta að byrja að borga fyrir því húsnæði og mat og það er enginn að fara að vinna í mánuð og alltaf svo allt í einu að fara að borga fyrir húsnæði og mat þannig að meirhlutan af þessu fólki fer bara á framfærslu í sveitarfélögunum. Þannig að þetta er svona einhvern veginn allar þessar sögur það að þetta fólk fái bara allt upp í hendurnar og fría bíla og allt svona. Ég bara skil ekki akkur þetta er ekki leiðrétt af stjórnvöldum eða bara þeim sem vita. Þetta er rosalegt. Maður reynir að tala þetta en ég er samt ekki, ég er ekki sérfræðingur í þessum málum, ég er svona aðeins að kynna mér þetta bara og eitthvað en þetta er rosalega mikil upplýsingaóreiða og bara rangu upplýsingar í gangi út í samfélaginu. En ef við kannski snúum okkur aðeins að listanum, sko ég ætlaði að segja þetta eitt að því við erum að tala að það er eitt sem að þessi hópur eða þessir allavega fulltrúar Sigfús og Baldur komu að þá vildu þeir meina við erum ekki að kenna hælisleitendum beinlínis við erum að raunverulega skora á stjórnvöld að bæta úr sko. Þannig að þú veist það er alltaf eins og þið segið, það er raunverulega það er svona eins og þetta við séum fyrir rétti og lögfræðilega séð nei, við erum ekki rasistar, við erum ekki að kenna en samt í fyrsta greinin þegar þar byrjar að hælisleitendur séu vistaðir. Jú, en þetta er raunverulega krafa til stjórnvalda en enga síður það kannski ekki verið að segja að þarna sé allavega vandinn það séu hælisleitendur. Þannig að það er samstöðufundur 14. júní klukkan 14 á Austurvelli
sem boðaður af þessu Ísland þvert á flokka með íslenska fánanum svona í hjarta vegna stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitanda boðar hópurinn Ísland þvert á flokka til samstöðufundur á Austurvelli og þetta eru þá 6 kröfur og fyrsta krafan að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendir úr landi á meðan á bakgrunns rannsókn stendur og þeir sem koma án skilríkja verði vísað til baka. Sko, ég ætla bara fyrst að segja að allar þessar kröfur eru byggðar á ákveðinni svona sjálfsmiðaðar í forgangsröðum þar sem að fólk sem ekki hluti af þeirra menningarbakgrunni og þjóðerni sett skörlægra og fær ekki að njóta vafans og þetta eru afmennskandi kröfur og þetta eru kröfur sem að búa til líka mikinn kostnað og það líka oft þannig að fólk sem hælisleitendur ekki í þeirri stöðu að geta haft pappíra. Það getur verið flóttamenn frá ríkisstjórninni sinni, það getur verið hafi verið fangelsað fyrir rangar sakir, það er mjög erfitt fyrir okkur. Jafnvel aldrei fengi pappíra frá sínu í landi. Þannig að það að gera einhverja slíka kröfu og segja að bara kom ekki til greina, þá er í raunin að segja að stór hluti af því sem tilgangur hælisumsókna sé bara fyrirfram gefið út úr myndinni, sem er fáránlegt. En þess utan þá gengur þetta líka út af það að einhvern veginn komið vekk fyrir að fólk geti einhvern veginn kynst samfélaginu, lært tungumálið, eignast vini. Þetta allt kröfur sem hugsað til þess að gera það erfiðara fyrir fólk að einhvern veginn skapa sér stöðu eða eiga betri möguleika á að fá að vera hérna. Af því að klárlega þá krafan að færra fólk komi hingað. Það er inntakið í því að hverju það vil leggja þetta fram. Afturköllun dvalarleyfa eða ríkisborgarrétt við alvarlegt brot og fyrir að gefa rangar eða falsaðar upplýsingar. Þetta geta fólk skilið fyrir alvarlegt brot eins og þið segið en þá kemur upplýsingar orðan að flestir af þessu glæpa ef það glæpa fólk þá það yfirleitt kemur á túrista passa en afturköllun hælisleitendur. En þú getur aldrei afturkalla ríkisborgarrétt þegar búið að veita það er fáránlegt. Þá ertu líka að setja Íslendinga undir sama hatt. Nákvæmlega, getur þá bara afturkalla minn ríkisborgarrétt ef ég ekki núverandi stjórnvöldum tóknanleg. Mér langar að segja það hafa verið gerð rannsóknir og til dæmis í Bandaríkjunum það var gerð rannsóknir frá 2010 til 2019 og innflytjendur það eru 60% minni líkur á því að innflytjandi verið settur í fangelsi heldur en manneskja sem fædd í Bandaríkjunum. Það að segja 30% minna ef þú tekur bara hvíta Bandaríkjumenn, ef þú tekur alla Bandaríkjumenn þá það 60% minni líkur. Svo í Þýskalandi hefur gerð rannsókn á því og það eru 2.600.000 hælisleitendur 2023 eða flóttafólk og það hefur ekki aukist glæpatíðni hjá þeim. Og það var gerð rannsókn í Svíþjóð núna nýlega þar sem að sænsk stjórnvöld ætluðu að réttlæta það að vera að senda fólk í burtu að innflytjendur borga meira í hagkerfið heldur en Svíar. Þannig að þetta alveg, það ekkert rétt að það sé meiri glæpatíðni með þessu fólki og þetta fólk að borga algjörlega, kostnaður við að ala upp mannesku og mentana mikill og þú náttúrulega borgaði aftur þegar þú ert orðin fullorðin og byrjar að borga aftur en ef þú farir mannesku sem menntuð hingað sem vill vinna það bara gróði fyrir þá sem að hugsa bara í gróða. Og mér finnst það mjög leiðilegt að þetta þurfa að vera hluti af rökræðinni en það ákveðnar týpur sem að verða svolítið að heyra þessa hlið af þessu líka og þetta sterk rök. Það almennt séð gott fyrir samfélagi að taka móti innflytjendum og flóttafólki og hælisleitendum og stærðfræðin meira sem segir okkur að hælisleitendur séu oft í rauninni innan gæsalappa betri heldur en hópur innflytjenda almennt hvað þetta varðar af því að það fólk sem ætlaði sér kannski aldrei að fara neitt eða gera neitt annað heldur en að búa bara heima hjá sér en neitt svo til þess að einhverjum aðstæðum meðan að fólk sem kemur hingað af eigin vilja kannski fólk sem átti erfitt með að finna sér eitthvað við hæfi það sem það bjó eða þannig það svona aðeins ekki það ekki. En þetta mjög erfitt að fara út í eins og þú segir, það mjög erfitt að fara út í þessa orðræðu þótt að þurfi kannski en að því að bara út frá að því við erum nú kannski kristin þjóð í grunninn og svona má segja. Er ég ekki hluti af þjóðinni? Nei, bara þegar við tala hvað sem við erum að tala mennska eða bara okkar siðferði segjum, hvar sem það grundvallað að
þegar ég að segja kristin, þá er ég meina bara þessi mannúðar sjónamið. Það er kristin menning í okkar menningarlega bakgrunni, get ég sagt. Já, og mjög oft sem að einmitt rassistarnir skýla sér á bakvið kristingildi. Já, en þess vegna líka Já, nákvæmlega. Jú, en þess vegna er ég sérstaklega að segja að þessi kristugildi Já, en ég er bara að segja að það sem að má telja til kristina gilda séu þetta raunverulega að taka móti fólki sama hvernig það skilur, ekki að því að það reiknað út, við getum reiknað út að það sé gott fyrir okkur, heldur við erum að taka móti hælisleitendum vegna, og það ég meina, sumir telja allir kristni, aðrir telja bara til almennar mannúðar eða almenn siðferði, sko. En ég bara að segja, mér finnst það svolítið sérstakt þegar að kannski svona einmitt hópur kennir sig við, ekki bara íslenska fánan, heldur líka kannski krossin og krossin í íslenska fánanum, en gleymir þessu grundvallar atriði. Mér finnst bara mjög mikilvægt að koma fram, og sorry, ég ætla að fá að tjá mig áður en ég ætla að hlaupa, að þau ekki meira í íslenska fánanum heldur en ég. Þú veist, ég er mjög meðvituð það að íslenski fánin er allra Íslendinga, og þú veist, ég er ekki að gera íslenska fánan að transfánanum eða píratafánanum eða eitthvað, eða þú veist, fána Star Trek aðdáenda, þó að þú veist, ég fíli þessa hluti og ég sé Íslendingur, því ég veit að það þarf að representera alla Íslendinga en ekki bara minn hóp. Þannig mér finnst það mjög mikilvægt, og mér finnst líka bara svo ég nefni það, að mannréttindi eru rosalega mikilvæg í þessu, og þessar kröfur sem eru settar fram þarna ganga allar svolítið út á það að láta fólk sanna að það sé ekki glæpamenn eða ekki hættulegt eða ekki öfgafólk eða þú veist, og þú ert að gefa þér fyrirfram að það sé óæskilegt nema að það geti sannað annað. Og það gengur bara í rauninni gegn bara vestrænu réttarfari eða þannig, sem er grundvallað á forsendunni að saklaus uns sekt er sönnuð. En má ég spyrja, finnst þér ekki að því við erum að tala um kristnina, sko, að því einhverstaðar erum við bara föst í einhverju eldgömlu, sko, stríði finnst mér, að því að það er svo mikið talað um múslima, þú veist, það er á þessum spjallsíðum og það sem ofbeldishótanirnar koma, þar er umverulega þannig að sumir segja, ok, ekki rasistar, en það er þetta svona, þessi menningarbakgrunnur, það er oft vísað til þess, menningarbakgrunnur múslima, sem er búið að vera náttúrulega áróðurs herferð Bandaríkjana og í öllum heimi síðan að allar amerískar þáttaseríur tvíburaturnarnir fjallu, sko, það er náttúrulega varð bara heil maskína þar sem að og bara undan því, allir held ég bara ameríski hryðjuverka. Já, en sko það er rosa erfitt, sérstaklega sko það er ákveðin menningarmunur þarna, en við leysum ekki þennan menningarmun með því að reisa múra eða búa til óvinni, við reysum hann með því að við sannfærum engan betur heldur en með því að fólk fái að koma engað og upplifa hvernig okkar gildi eru. Ef þau eru raunverulega góð, þá sanna þau sér sjálf. Við þurfum ekki að berja það inn í fólk. Fyrir utan að eiginlega öll trúarbrögð þau koma öll frá sama grunni og eru basically bara svona stólið hvert úr öðru og En ég er að meina haldi ekki við höfum orðið fyrir mörg áhrifum af þessum áróðri að þetta raunverulega, það sé stór hluti fólks hælisleitenda séu bara hryðjuverka fólks og eins og það segir það þarf að afsanna það að séu og sko við auðvitað lekur öll orðræðan hingað og meira eftir því sem við erum komin inn í samfélagsmiðlaöldina að við erum bara hluti af bara orðræðin eins og hún er bara í Evrópu og í Bandaríkjunum og víðar og hún lekur hingað fram og tilbaka. Veist, ég þekki fullt af fólki á Íslandi, eða ekki fullt, en ég þekki nokkra Íslendinga sem eru bara mjög hardcore trumpistar, skilur þó að það hef ekkert með þeirra líf daglega að gera þannig. En þú veist, við erum bara orðin hluti af bara stóru vestrænu samfélagsumræðinni og það er alveg rétt að sko stóru átökin standa núna sko, eins og þú segir, múslima og íslam og það sko, en það er samt þannig að við getum aldrei leyft okkur að dæma hópa fyrirfram byggt á bara þeirra menningu eða uppruna vegna þess að einhverjir aðrir sem deila þeirri menningu eða þeim uppruna hafa gert eitthvað sem er rangt. Við getum aldrei látið fólk þurfa að svara fyrir gjörðir annara. Fólk þarf alltaf að fá að vera dæmt. Ég veit það sko, ég veit að þú ert ekki að því. Krafan er svolítið að dæma fólk fyrirfram út frá þeirra menningu og bakgrunni og það er hættulegt. Auðvitað er það þannig ef fólk er uppvíst að því að svindla eða brjóta gegn okkur að þá getur það þýtt að það á ekki að eiga rétt á að vera hérna. En við getum ekki litið svo á að sönnunarbyrðin séu öll einhvern veginn þeirra megin að því að þú veist það bara ákveðin, þess að segja, það er bara mannréttindi að vera ekki dæmdur fyrir hópinn sem þú tilheyrir. Þetta hljómastundur svolítið svona að það íslenski karlmenni að hafa enga rétt að því að Já, takk fyrir.
Alexander Brím, takk fyrir að koma hérna í snarpa samræðu. Já, takk fyrir að bjóða mér og sorry að taka svona mikið pláss. Nei, nú fáum við pláss. Já, ég meina við náttúrulega bara, það eins og umræða sér þannig að íslenski karlmenn hafi engar rétt á að koma illa fram við íslenska konur og við náttúrulega búin að alast upp við það þegar ég var lítil, þá horfðum við á kúrekamyndir og þar voru indjánarnir, vondukallarnir og svo eru allt í einu einhver svona miðausturlanda gaurar alltaf hryðjuverkamenn. Ekki gleyma inn á milli, það voru svarti maður og þannig að þú veist, það kannski ekkit skrítið að ef að fólk ekkit að hugsa mikið þá bara sjáu þetta, það skiptir engu máli hvaða seríu þú ætlar að horfa á í þú veist, úr amerísku sjónvarpi, þetta allt áráður, þetta bara fáránlegt að horfa á þetta. Og það sem óþægildi með þegar einhver hópur. Vondu strumparnir eru svartir, sko. Já. En þegar að sko, þess vegna vitandi það, þetta í svona undirvitundin okkar, sko, svolítið eða í okkar menningu, að þá þessi svona andúðið ótti bara má segja, svona xenofóbía eða svona ótti og sem beinist sérstaklega þá að einhverjum litarhætti og ég meina sem ekki hægt að kalla annað en rasisma, það bara svoleiðis sko, að þá sko það náttúrulega fóðrar það mjög mikið þegar það einhver mýta það að í húsdýragarðinum hafi einhverju hópur bara verið með uppþóttalæti og ég fór í mitt í húsdýragarðinu og spurði og það hafði ekki verið kvartað og það kannaðist enginn við þetta nema að það hefði myndast löng röð þarna í tækinu og tímabil og það hefði verið mjög margir vissulega. Það var mjög margir, en ég menna svo líka umræðan sko á Facebook það því að þú getur skrifað sko nafnlaust, það var þarna á Mæðratips til dæmis, alveg það voru allir anonymous sem voru að segja sögurnar og það bara svo svakalegt, fólk hikar ekki við að skella fram hverju sem af því þú getur gert það nafnlaust. En segjum sem svo að það sé, þú veist, þú verður fyrir því að vera með barnið þitt í húsdýragarðinum og að sé einhver hópur af, ég veit ekki, hælisleitandi hópur af erlendum uppruna og sem að bara tróðist framfyrir og kunni sér ekkert, ég meina, annaðis kemur nú fyrir börn, sko, bara öll börn, en bara kunni ekki kannski reglurnar og svona. Ég meina, þau eru að læra samskipti. Og jáfnvel að foreldrarnir séu líka með frekju og svoleiðis, þú veist, hvernig má ekki segja, sko, þetta verður rosalega erfitt, maður hefur heyrt það að fólk að segja bara í skólum til dæmis þar sem komið vandamál, já, maður getur ekki eins og talað þetta, þá maður kallað rasisti, þú veist, hvernig eigum við að höndla þetta, þú veist, ekki hægt að segja bara, þú veist, ekki hægt að fara þá og tökum við ekki ábyrgðið því og eiginlega einhverjir í húsdýragarðinum eða í skólunum ekki að geta tækla þetta, þú veist, ef þú ert með ofbeldið sama ákveðubrunað hvernig þú ert. Hvaðan þú ert, það bara, þau eru að læra samskipti og ég náttúrulega að vinna í skóla, þannig að þú veist, ég get alveg bara sagt það ekkert, engin munur á hvernig börn hafa sér, þú veist, hver upprunnin, sko, krakkar bara eru krakkar og þú veist, það engin krakki fæddur vondur, þau bara ekki búin að læra alveg samskipti. Þú ert bara í rauninu að díla við þess að stimpla, sko. Já. Og líka þannig að mér langar að koma inn á til dæmis eins og með, nú eru komin að fréttir það að meir hlutin af föngum á Íslandi séu útlendingar og þetta sé alveg svakalegt. En málið að ég hlustaði á viðtal í gær við Guðmund Inga og í afstöðu. Hann kom með góðan punkt að það ekki boði, það bara í boði fyrir Íslendinga að taka vægari dóma út í samfélagsþjónustu. Því það að þú ert ekki Íslendingur þá ertu settur inn og þetta náttúrulega mjög dýrt úrræði og svo náttúrulega fólk sem á vísulandi, það líka lokað inni. Þannig að tölurnar eru svolítið skektar og hvað það meira að segja? Já, þess vegna finnst mann þessi krafa hérna að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði. Þetta bara hræðilegt. Tímaskekkja einhvern veginn. Já. Eins og að því það eru raunverulega allir eða svo margir sem þekkja til að segja að þetta eigi mitt ekki að vera í þessu lokað úrræði. Já, fyrir utan það er svo fáir að koma núna, hvað ég skilir ekki alveg. Nei, og þá má líka spyrja þetta fólk sem að horfa í peningin, hvað því allt kostar. Þetta myndi nú aldeilis kosta eitthvað. Kostar rosalega mikið. Já. Þannig að þetta raunverulega bara þessi orðræða til þess að segja við viljum halda þessu frá okkur, þessu sem við erum búin að ákveða séu hælisleitendur, séu glæpamenn. Þetta hljómar svolítið þannig. Svo kemur 3 afnám fjölskyldusameiningar í núverandi mynd. Það er bara alveg heilmikla reglur fjölskyldusameining og hún nú ekkert auðveld. Já, ef þú færð dvalarleyfi af mannúðarástæðum
þá getur ekki sótt fjölskyldusameiningu. Ef þú færð, fyrst kemur inn sko, sem umsækjandi alþjóðlega vernd og ef þú færð umsóknina samþykta þá þarf það að vera í 2 ár áður en þú biður fjölskyldusameiningu. Þannig að þetta er ekkert eins og þú sért að taka alla fjölskylduna hingað. Og þarna einmitt í þessum hóp Ísland þvert á flokka þegar að komu frábæra fréttir daginn að komu börn frá Palestínu, frá Gaza og þá einmitt var umræða þar að hvenær á að stoppa þetta er náttúrulega hræðilegt. Þannig að mér finnst þetta bara svo mikil mannvonska. Ég bara skil engan veginn svona mannvonsku, þú veist. En þetta er greinilega þannig að ef maður horfir á tölurnar og staðreyndirnar, hvort sem það er í einmitt varandi fangilsi, varandi bara stöðumála, þá hljóma þessar kröfur og þessi umræða á þess sem maður heyrir af þessum lokaða hópi, hljóma algjörlega skjön við allar staðreyndir. Hljóma eins og það sé ekki búið að ná sér í nýjustu upplýsingar. Heldur sé ennþá verið bara með gömlu kreditnar og setja þær fram. Það hljómar þannig. Núna komið einmitt fréttir það að meirihlutin af atvinnulausum séu útlendingar og þá koma svona sögur, já þetta eru hælisleitendur, en nei, hælisleitendur eru ekki á atvinnuleysbótum. Þú ferð ekki á atvinnuleysbætur fyrir að þú er búin að vinna í vissan tíma og borga í atvinnutryggingasjóð og þá ertu náttúrulega komið með réttindi og í fréttinni kemur fram að meirihlutin af þessu séu fólk til dæmis frá Póllandi og þá er þetta fólk sem er að koma hérna til dæmis kannski að vinna í starfsmannalegum eða í byggingariðnaðinum og missir vinnuna og það er náttúrulega ekkert grín stundum að fá vinnu á Íslandi. Þú þarft ofta að nota klíkuskap og tengsl og þú þarft að vita hvernig kerfið virkar en þú ert ekki með neitt svona ef þú kemur hérna, þú veist, erlendis frá. Þú ert ekki með fjölskyldu, bakland, klíkuskap. Það er bara mjög eðlilegt að það sé erfiðara fyrir þig að finna vinnu. En Halldóra, nú ert þú sko með bleikt hár og í ból með anarkistamerkinu í translitunum og palestínuglút sko, hvernig heldur að sko, núna ætlum við bara verið að handtaka fólk í Los Angeles fyrir að vera og sérstaklega ef að fólk er svona útilítandi já, skilgreint sem hatursáráður hver er eiginlega staða þeirra sem eru á móti, skiljið, þetta er verið að búa til samstöðufundar og mótmæla raunverulega gegn raunverulega stefnu stjórnvalda og gegn hælisleitendum. Þetta er rosalega mikill ótti þegar það er líka bara verið að sýna fordæmi að þeir sem eru þá mótmæla og setja sig kannski klút séu þá bara líka komnir í lið með glæpa. Sko þetta er svona fólk sem er svona mikið á móti öðru fólki. Það tekkar í mörg box. Mjög stór hluti af þessu er líka transfób og bara einhvern veginn er á móti öllum sem er ekki akkurat í fína, flotta hvíta boxinu sínu. Kökumótinu. Já. Rétt á kökumótinu. Já, þannig að þetta er bara, það er alveg ótrúlegt. Þetta er ekkert sko, svo stór hópur en hann svona einhvern veginn tegir sig í akkurat alla jaðsetta hópa. Og það er náttúrulega bara hræðilegt og ég sem einhver transmanniska skil ekkert akkur að fólk hugsa svona. En ég er kannski bara fegin held ég að skilja það ekki. En verðum við ekki samt einmitt að reyna eins og við erum að reyna að skilja það til þess að átt okkur á því svo Við allavega verðum að reyna að koma með eitthvað staðreyndir. Ég ger mér alveg fulla grein fyrir því að maðurinn sem stofnaði flokkinn eða þú veist hópinn Ísland þvert á flokka, hann á ekki eftir að hlusta á það sem við erum að segja. En mér finnst mjög mikilvægt að annað fólk sem að kannski veitir ekki og er að hlusta kannski kynni sér málum betur. Af því ef það heyrist bara rödd þeirra sem eru að hata annað fólk og telja það ekki hafa sömu mannréttindi og allir eiga að hafa, þá náttúrulega endanum, hefur verið alveg sýnt fram að ef þú heyrir hlutin nógu oft, þá fer hann að síast einn. Þannig að það verður að koma með mótrök. Náttúrulega kennsla að kenna fólki, ég meina til dæmis atriði númer 5 að láta fólk bíða í, hvað stendur, 5 ár? Að stuðningur við fólk í neyð sé veittur heima fyrir þar sem hjálpi nýtist fleirum og betur. Já, heima fyrir þá með 5 ára regluna hana? Já, 4. liður 5 ára hlé á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið er endurskoðað frá grunni. Já, það er þetta að loka landamærum. Þeir sögðu það hérna í spjalli við mig. En nú erum við bara með samninga
Við erum bara hluti af heiminum, sko. Og við höfum gert samninga það að við tökum hérna inn fólk og við erum ekki að taka marga inn miðað við það sem við ættum að vera að gera. Nei. Við erum í algjöru lágmarki. Og þá verðum við þessi 5 ára regla, sko, fyrst verða þá að fara í þessa alþjóðasamninga. Þið verða þá að fá stjórnvöld til að breyta því og ég bara spyr, almenningur almennt til í að vera án þessara samninga? Viljum við virkilega loka okkur af og vera ekki neinu tengslum við umheiminn? Getum við þá kannski fara að tala um NATO? Eigum við eitthvað að vera þar inni? Ef við förum aðeins í hann til dæmis tölur, þá núna á þessu ári hafa komið 399 manns, manneskjur og sótt vernd. Þar 220 frá Úkraínu, 55 frá Venezuela, 25 frá Palestínu, 17 frá Nígeríu, 14 frá Kólumbíu og það hafa verið 90 synjanir og 58 veitingar á vernd. Þannig ég held að við þurfum ekki að hafa rosalega miklar áhyggjur. Þetta ekki allt þetta flóða fólki. Það frekar allt þetta flóða fólki sem að koma hérna í gegnum evrópska efnahagssvæðið og og innviðið þola það ekki. Það bara, og allir þessi túristar. Ferðamenn slasast. 2 milljónir. Við erum með ekki með heimilisleikna og þetta bara, við þurfum að laga hlutina aðra en við þurfum að sýna Ísland sem ótrúlega flott og fínt. Svona fyrir utan það að túrismin myndi leggjast af ef við ætlum ekki að leyfa fólki að koma hérna erlendis frá að vinna af því að það ekki Íslendingar sem vinna þessi störf. Nei, mitt. En ég spurði þá hvort þetta væri ekki líka bara þá ferðamannavandi, sko, eða við þyrftum einhvern veginn að bæta okkar innviði og okkar kerfi og þeir sögðu nei, þetta snýst ekki það. Þannig að raunverulega og svo kemur þá raunverulega þessi krafa núna fund nummer 2, það skýrast línundar mjög, þá það augljóst eins og við erum að segja og þið eru að tala um að manni skilst það að þarna verið að það ekki bara verið að segja að það sé eitthvað að á Íslandi og við þurfum að bæta innviðina og það sé verið að tala um skattheimtu eða ekki bara skattheimtu, bara hvernig raunverulega við byggjum upp okkar innviði, heldur beinlínis verið að festa það í sessi fyrst manni með þessu að vandinn séu hælisleitendur. Og þessi opnu landamæri séu raunverulega það sé vandamæri. Ef við viljum ekki að fólk sé að flýja, þá kannski þurfum við að breyta aðeins heiminum og hætta að styrkja nýlendu þjóðir sem að ráðast inn í aðrar önnur lönd, þannig að fólk þarf að flýja. Og stór ríki sem að breyta loftslaginu, þannig að fólk þarf að flýja. Við ættum kannski svona aðeins að byrja á réttum að anda í staðan fyrir að röflega því að fólk sé að flýja. Ég held líka bara að við ættum að hafa kannski meiri áhyggjur ekki af innflæðinu heldur útflæðinu. Hvað erum við að missa mikið af fólki frá Íslandi, prófessorar og rosa mikið líka fólki sem að spjalla þarna á Facebook sem að býr kannski á Spáni eða í Noregi eða eitthvað, það rosalega miklar áhyggjur af því hvernig þetta á Íslandi. Það svolítið sérstætt. Já, kannski hefur það samt flúið Ísland en kannski ekki... Já, það náttúrulega flýr til þess að eiga betra líf sem nákvæmlega það sem fólk að gera sem kemminga. Fólk að fá betra líf hér. En Íslendingar ekki mjög duglegir að sjá sjálf sig sem flóttamenn eða jafnvel mögulega flóttamenn eins og undan ef það væri náttúruhamfarir eða annað, sko. Þá væri svona spurningum með þess alþjóðlegu samningar, sko, þegar hvort ef við verum búin að En við erum samt oft á tíðum höfum við náttúrulega upplifað og síðast náttúrulega í Grindavík að fólk flýr og þarf aðstoð við það búið sér til nýtt líf. Þannig að við erum alveg með skapalónum, við vitum alveg hvernig þetta og það fólk hefur nú aldeilis tjáð sig hvað þetta erfitt. Já. Þannig að sko ef að mannúðin væri til staðar þá getum við alveg þá hún við hliðina á okkur sko, að kveikja mannúðinni. En við slökkum alltaf á, eða þessi hópur. Mér langar líka að koma inn á það alltaf að vera raflegið því að það séu kallmenn sem koma fyrst. En ekki konurnar og skilja konurnar og börnin eftir en þetta náttúrulega svakaleg ferðalög sem maður þarf að fara í og það bara mjög eðlilegt að maðurinn komi og leiti að betra lífi og sendi svo eftir fjölskyldunni sinni í staðan fyrir að leggja barnið sitt skilur og konunni í stór hættu. Þetta það sem við erum upplegað með farandverkamenn ég meina auðvitað það yfirleitt kallmennir sem að koma en í grunninn það náttúrulega bara það að það á ekki skipta máli hvar þú fæðist á þessari jörð þá heldur ekki skipta máli hvernig húðin á þér á litin eina ástæðan fyrir því að húðin ekki eins og litin alls staðar mismunandi loftslag og þróun vegna hita og sólar og svona þetta bara svo argasta vitleysa að fólk sé eitthvað meira virði sem að fæðist á einhverjum vissu stöðum.
Greta Thunberg sagði í viðtali þegar hún kom úr sinni frábæru viðtali. Já, að þá var skýringin á framgangi Ísraels manna og stjórnar svona bara, hún sagði að það einfallega rasismi. Já, og ég einmitt setti fram á vegginn hjá mér á Facebook spurningu til Kristrúnar sem helstu valdamannesku þessara þjóðar. Ertu rasisti? Því það virðist bara vera þetta að sitja svona á höndum sér, gera ekkert annað en að blaðra í rauninni og komið fallið orð. Þetta ekkert annað en bara, ég get ekki túlkað öðru í sig. Sko, einhverju leyti finnst manni vera ekki til okkur til framdráttar í þessari stöðu ef að við ætlum að kalla fólk rasista og fara að kalla hvort annað rasista og hryðjuverka fólk og glæpamán og svona. En á hinn bóginn, eins og þið segið, þá þetta raunverulega tæknileg skilgreining og tæknilegt orð sem að ekki tækt að skauta framhjá þegar aðgerðirnar og orðin eru á ákveðnu tagi. Þannig að orðið rasisti þýðir bara það að þér finnst eitt race, slettuna, betra heldur. Kynþáttur, þetta kynþáttahyggja. En ég menna þetta heldur ekki bara kynþáttu. Rasismi fer líka út á til dæmis menningu og trú. Þetta ekki bara klift og skóri með húðlit. En við verðum að berjast áfram gegn þessu og þið ætlaði að gera það, það ekki? Þið eru svona, þið ætlaði ekki alveg að sitja hjá. Nei, það ekki hægt. Og hvað hugsið ykkur að gera? Hvað hægt að gera? Já, stundum maður fyllismadur vannmætti, en maður gerir það litla sem maður getur til dæmis að mæta í göngur með Ísland-Palestínu-félaginu, maður hefur svona verið að mæta þar. Maður lætur heyri í sér opinberlega þegar maður getur. Mætir í viðtöl. Já, takk. Það alltaf eitthvað hægt að gera. Spreyjar, nei. Já. Skrif undir lista með fólki og annað. Þetta bara svo, maður svo vanmáttugur einhvern veginn, þetta svo vont. Já, það mjög vont. Og það svo furðulegt að bara fréttamiðlar, RÚV, hvernig þetta einhvern veginn það dóu bara börn í Palestínu. Dóðu bara allt í einu. Þetta er svo rosalega skrítið að bara hugsandi fólk geti og þetta er svo magna, sko, nú vitum við að almenningur í heiminum allur á einn veg að reyna að styðja Palestínu, vill ekki þjóðamorð og það fer út á göturnar og það mótmælir en það virðist ekki skipta neinu máli. Við höfum ekki röddin, hún fær ekki að heyrast og þeir sem eru með völdin, þeir neita að hlusta. Þeir gjörsamlega neita að hlusta og líka hérna á Íslandi. Svo þessu mér samt að það hafi áhrif. En það hafi einhver áhrif, sko, en það eru nokkri sigrar. Það er spurning hvort að áhrifin koma á seint. Já, hversu margir deyja með það, þessi litlu sigrar. Þetta er svo bara svo svakalegt. Já, það er þetta. Það er ekki eins og, þú veist, við vitum ekki hvað að gera, sko, það er ekki að segja það. En ég held að kannski saman fólki finnur til vanmáttar gagvart aðgerðaleysi í gagvart þjóðamorðinu. Finnur líka til ákveðinu svona, ég upplifði það þegar ég var að spyrja fólk eftir þarna mótmælin á Austurvelli, þessa hóp sem heitir Ísland þvert á flokka. Það voru margir í bara hálfgerðu sjokki, hvað hefði verið margir og hvað hefði verið góð stemning á Austurvelli og kannski hvað margir voru safnast saman sem voru einmitt ekki, hefði alls ekki geta kallað sér rasista, bara voru þarna, sko fannst bara þetta voru svo svona heilbrigðar, eðlilegar kröfur. Þar einhvern veginn fannst mér margir sem að hafa verið að reyna að rétta af orðræðin og benda á staðreyndir, segja, heyrðu býtu, þetta bara fundu til ákveðin svona vonleysis. Sko, við erum með lög gegn hatursorðræði, en þau eru alveg algjörlega máttlaus. Ég hef alveg tekið saman hatursorðræði og sent til lögreglu og ég fekk tilbaka svar, hvar sér þú hatur í þessu? Þetta bara, og mér finnst bara að orðræðin sem viðhöfð þarna á þessum mótmælum, þetta hatursorðræða og mér finnst einhvern veginn hún eigi ekki að, þú veist, þú getur ekki haft rétt á því að tala gegn því að annar fólk fá bara að vera til tilveru. Þú getur ekki haft skoðun á tilveru annara. Þú veist að meina reynverulega ákveðin hatursorðræði sem þú segir orðin eiginlega það normaliseruð að hún ekki eins og skilgreint sem hatursorðræði. Já, þetta bara, þú veist, og eftir því sem þetta fær að heyrast meira, þú veist, ég meina þetta byrjaði ekki, en ég meina Bjarni Ben, elskan, hann kom nú alveg góðu á stað með því að segja, þú veist, með tala tjaldbúðirnar hérna á Austurvelli að vera bara, hvað sann, hræðilegar eða ógeðslegar eða eitthvað.
og þú veist, þegar að fólk sem með völd tala svona, þá hoppa allir undan steinunum og bara já, ég get líka sagt þetta fyrst að hann segir þetta, þá þori ég að koma fram og segja þetta. Og hættan er það svo að þeir sem að fara að berjast gegn þessu, að þeir verði síðan einhvern veginn ásakaður að vera með öfga og hattursorðræðu, þannig að það er dálítið í húfi, sko, það er það sem er að ske, sko, þegar þeir eru þegar það fólk segir að það eigi ekki að nota orðið rasisti, það sé bara skammarirði og sé ekki rétt. Þannig að við erum eiginlega komið þangað, sko. Já. Það er mjög dónalega. Þannig að það er mjög, það er að snúa þessu, þetta er orðið alveg pólskipti, sko. En við þurfum þið þurfum bara halda áfram að ræða málin og við þurfum að halda áfram að ræða málin. Er það ekki svolítið, ég held að það sé svolítið niðurstaðan. Gaman ef að Sigfús eða félagar getur komið og tala við okkur. Já. Fengjum eitthvað smá svona. Já, þeir komið þetta. Já, þau getur tala við okkur, við erum ekki að hrópa inn út í tómið. Já, en skora á hann. Þakka ykkur fyrir kærlega að koma hérna í spjallið, taka slaginn. Það er Margrét Pétursdóttir, leiðsögumann, og Halldóra Jóhanna Hafsteins, stuðningsfulltrúi. Kæra þakkir fyrir, og Alexandra Brím var með okkur í byrjun spjalls og lengi vel. Hún er borgarfulltrúi Pírata og þurfti að fara skrepp á fund, en gaf sér tíma til að vera með okkur, og þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur, og ég þakka hlustundum og áhorfendum fyrir að gefa sér tíma til að staldra við, og getum ekki annað en hvatt svona alla til þess að mynda staldra aðeins við og svona skoða staðrendir málsins áður en að við förum ekki að fullyrða. Það er hægt að finna allar þessar upplýsingar áður en að maður segir eitthvað sem er ekki rétt. Já. Og Pétri Fjellsteð þakkaði fyrir að varpa samræðin yfir til ykkar og minna á að við bara höldum áfram að ræða málin alveg hreint við rauðaborðið, alveg fram í rauðan. Fram í rauðan dauðan, alveg rétt. Frjáls Palestína og niður með rasisma. Já, ég heiti Oddný Eir, takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið sæl, verið velkomin í spjallum ástandið í Bandaríkjunum. Ég komi með á línuna mann sem að ólst upp að stórum hluta í Bandaríkjunum og er doktor í líffræði frá bandarískum háskólum og ólst upp í Los Angeles meira segja. Þannig að hér er komin Áki Jarl Lárusson á línuna frá Hafrannsóknastofnun. Hann er erfðafræðingur í Hafrannsóknastofnun, en ég er að biðja að koma til að ræða raunverulega ekki sem embættismaður hjá Hafrannsóknastofnun, heldur sem fyrrum íbúi Bandaríkjanna. Komdu sæll, Áki. Bless og sæl, takk fyrir boðið. Hvernig líst þér svona á ástandið núna, bara þarna nýjustu fréttir svona? Ég held að sé vægara sagt að fáum lítist eitthvað á ástandið, og satt best að segja þá held ég að margir hafi séð fyrir sér sko þessi hnignun, eða svona hversu illa hlutinir hafa verið að fara og hversu miklu verra þeir gætu orðið, og bara því miður held ég að þetta segja að kannski er ekkert mörgum sérstaklega mikið brugðið, allavega ekki mér. Ég er kvæntur Bandaríkja manni, konu frá Bandaríkjunum, og við sáum okkur færi að flytja frá Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum, því að það var held ég bara dálítið augljóst hvert stefnan væri. En já, ég ólst upp sem sagt þarna við miðbæ Los Angeles. Ég gekk í gagnfræðiskóla eða high school þarna við miðbæinn. Og ég tók náttúrulega þátt í mótmælagöngum og öðru þegar ég og mínir vinir í svona táningsaktivistar þarna vorum að marsera gegn stríði í Írak og svo innrás Afganistan náttúrulega fyrst og svo Írak og hvað annað. En allavega viðbrögðin alltaf í Bandaríkjunum gagnvart mótmælagöngum hafa aldrei verið held ég
svona kannski svipaðar eða svona það sem fólk í Evrópu myndi búast við. Það er náttúrulega bara alltaf, já, hríðskotabyssur og vopnaðir bílar, fólk bara í herbúningi sem mætir manni, sama hvað þyrlur fyrir ofan og svona og bara fara eftir vissum leiðum og ef þú ferð eitthvað utan sko, þá voru bílarnir komnir og var massar að móti sko, þannig að þetta er, ég held að sumt að því sem maður sér núna, sumt að þessi bara dálítið eðlilegt þegar það eru mótmæli í Bandaríkjunum á vissu leyti, oft eru mjög friðsæl mótmæli en það er líka tekist á með mikilli hörku þegar fólk svona. Hefur þú beinlínis upplifað það að sko, já, að bara sjá í byssuskafti og vera, hvernig þorður þá að vera mótmæla? Já, náttúrulega þegar maður elst upp í vissar aðstæður, það var ótrúlegt hvað svona virðist eðlilegt. Þannig að ég er þarna kannski 16-15 ára í einhverjum göngum sko og þá er bara, já, bara það er eðlilegt að fólk sé með byssur og það er eðlilegt að fólk sé, já, að þjálpa fólki út í Húsasund og það er eðlilegt að löggur keyri upp að fólki sko í bíl með ljós og svona verið að hóta táragasi og svona, þetta er bara, svona eru mótmæli. Og það var að vissu leitið svona það sem maður hafði í huga og svo náttúrulega kemst maður að því að þetta er ekkit endilega það sem flest vestræn samfélög endilega myndu búast við þegar mótmælagöngur eru í gangi. En svo náttúrulega líka annað að Bandaríkin hafa náttúrulega líka eins og margir svona sögu af miklu ofbeldi í mótmælagöngum og í bara mótmælum almennt séð. Og það er alltaf bara svona, Bandaríkin eru náttúrulega gríðar stórt land og þetta er eitt sem ég held að er oft aldrei erfitt fyrir fólk í öðrum löndum að átta sig á. Að við hugsum Bandaríkin sem svona, það er Frakkland, það er Þýskaland, það er England, það er Bandaríkin. En þetta er náttúrulega ekki þannig. Bandaríkin er þriðja fjölmennasta land í heimi og teygir sig yfir heimsálfu. Þetta er rúmlega 350 milljónir manns í 50 fylkjum sem gætu varla verið ólíkari, hvort það er í menningu og sögu og efnahæja vissuleyti. Þannig að þegar kemur að svona hvað er eðlilegt í Bandaríkinu og hvað ekki, þá er nú kannski alltaf óréttlátt að segja að svona eru Bandaríkin og þetta tíðkast þar. Þannig að ég hef nú kannski ekki verið með of margar alhæfingar. En Kalifornía náttúrulega eitt og sér er 5. stærsta efnahagskerfi í heimi, bara það eina fylki. Náttúrulega gríðarstórt, Los Angeles sjálf bara svakaleg borg. Þannig að lögreglan þar og hvernig þau bregðast við er náttúrulega kannski bara spes, en þetta er náttúrulega ekki lögreglan í Los Angeles lengur sem er að bregðast við. Þetta er The National Guard sem var sendur inn og boðinn af fylkisstjóranum. Þannig að, þú veist, þessi stigmögnun og annað sem er í gangi, það eins og ég segi, ég held að það komi kannski fáum á óvart þannig séð, en ég held að allir séu, já, hryggir og í nógu miklu uppnámi yfir því að sjá eins og Heldur einhverjir vina þinna séu, eru þið komin öll í svona einhverjar bara stöður í háskólum eða svoleiðis, eða er veistu einhverjar sem eru ennþá að taka þátt í mótmælum og hafa bara lent í þessu núna? Já, ég sem betur fyrir þekki ég engan sem hefur lent í svona hörku ofbeldi. Það er ekki fólk sem hefur eitthvað verið að mæta en engan sem hefur verið tekinn fastur eins og er. En náttúrulega sem líffræðingur og vísindamaður í Bandaríkjunum þá náttúrulega þekki fullt af fólki sem er búin að vera að lenda í ringulreiðinni sem er búin að vera gangi yfir núna síðustu árin og góði vinir mínir sem hafa mist starfið hjá rannsóknarstofnunum og svo verið ráðnir aftur 2 mánuðum seinna og fengið greitt fyrir launatap og svo fengið aftur sagt að þau munu missa vinna, þannig að þetta er bara, það er, eins og ég segi, þetta er bara ringulreið og það er margt í gangi núna sem er bara að gera þetta lífið mjög erfitt fyrir marga, en aftur þetta hefur verið að færast í aukana mikið síðustu árin og ég er á þeirri skoðun að Trump og margir þeir sem fylgja honum eru ekki orsök heldur einkenni af
bara mörgu sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum og ég held að það er svona grundvallar vandi í Bandaríkjunum sem þetta eru viðbrögð við og ég blátt áfram held að það séu engin einföld svör við þeim margslungum vandræðum sem bandarísk samfélög eiga við að því eins og ég segi þetta með svona stórt samfélag og svona fjölmennt og á það sem allt einhvern veginn gert með restin af heiminum í huga þá verða vandamálin mjög snögglega mjög flókin og það verður alltaf erfiðara og erfiðara að takast á við vandamál heima. Allt einhvern veginn er tengt við eitthvað stærra og eitthvað stærra þangað til að bara hjólin snúast mjög lítið og einmitt svona stór vandamál eins og fíkniefna vandamál, byssu vandamál, grundvallar samfélagsvandamál sem náttúrulega jafnvel við á Íslandi erum mikið að reyna að takast á við og þó við séum með miklu minna samfélag, það er minna fara til þess að fólk ætti ekki að tala saman og tengst, þá er það samt erfitt og það þarf mikið að takast á við það. Þannig að maður getur kannski ímynda sér þegar maður er komin að þann skala sem Bandaríkin eru á og eru að reyna að viðhalda sér, þá er bara allur gangur á þessu og fólk held ég sé bara í alvörunni mjög reitt og hrætt af mörgum ástæðum af því að hlutinir virðast aldrei þannig sé breytast í einu eða aðra átt en samt er allt endalaust ólíkt deginum í dag frá því sem var í gær. Þannig að já, ég held að margir séu bara á því komnir að gefast upp á tilraunin að vissu leyti. Ég þekki all nokkra sem eru bara annaðhvort að leita stöðum einhvers staðar annars staðar, eru búnir að flytja eða eru bara blátt áfram að hugsa hvar mun ég vera næstu 5 árin sko. Það er náttúrulega mikið sett út á það í Bandaríkjunum fyrir fagfólk og verður með 5 ára áætlun, hvað er 10 ára áætlun þín, hvernig ertu að hugsa fram í tíman og akkurat núna sérstaklega ef þú ert í rannsóknum eða líffræði eða ert almennt séð bara aldrei vinstrisinnaður, þá ertu að hugsa þér svona hvað er ég ímynda að ég verði eftir 5 ár eða 10 ár og það er bara mjög erfitt að svara því. Og þið sko, nú hlýtur, já, kona þín að eiga fjölskyldu og ég meina, þið er ekki, það er ekki á ykkar 5 ára plani allavega að fara allir baka og vinna einhver leiti? Nei, það er ekki okkar áætlun að og eins og erum við bara mjög spennt að fá fjölskyldunni í heimsókn til okkar eða hittast einhvers staðar annars staðar. Við erum ekkit endilega að fara að drífa okkur til Bandaríkjanna á næstunni en það er líka bara okkar persónulega ákvörðun sko. Ég veit að margir eru að fljúga fram og tilbaka og óáreittir en þetta er líka bara aftur þegar það er erfitt að vita nákvæmlega við hverju á að búast þá er þetta bara þá stundum forðast maður bara að setja sig í þannig aðstöðu eins og ég til dæmis aftur að taka að móti bandarískum nemendahópum og eitt af því sem hefur þurft að koma upp núna er hvernig getum við tryggt öryggi nemendanna þegar þeir eru komnir aftur á bandarískan flugvöll svo við komum þeim aftur til sinna staða því náttúrulega bandarískir háskólanemendur eru oft annarkvort með nemendavísa eða stundum meira segja er fólk sko með vegabréf sem skilgreinir ekki karlkyn eða kvenkyn og það er margt núna í málinu sem gæti virkilega orðið til þess að heimferðin til Bandaríkjanna yrði jafnvel erfiðari en ferðin út. Þannig að það hefur engu verið aflýst en þetta er eitthvað núna umræðan nemendaheimsóknir er búin að breytast alltaf mikið og hvernig á að tryggja öryggi nemenda á ferð er allt önnur sko, það er ekki verið að tala bara hversu öruggir eru nemendirnir í rútu einhver staðar uppið hóla, hvernig öruggir eru nemendarnir þegar þeir fljúga inn í Boston og reyna að koma sér aftur í sinn heima hag. En sko þú segir að þú hefur á einhver leiti og þið séð þetta fyrir þetta hafi verið svona þetta sé svona stigmögnun og einkenni trumpismin og Trump sé svona einhvers konar sjúkdómseinkenni á einhverju mjög bara einhverju sjúku ástandi og flóknu orsakasamhengi en hefur þið samt er þetta ekki samt svona verra einhvern veginn eða svona eins og einhvers konar stökkbreyting svo ég reyni nú að hafa svona líffræðilegt mál frá því sem að hefur getað ímyndað samt að það væri bara erfitt beinlínis að fara í skólaferðalag?
þegar þú varst í skóla, sko? Ég hefði ekki ímyndað mér að það myndi koma í þessari mynd. Þannig að ég held að það sem ég ímyndaði mér hafði alltaf verið einhvern veginn meira svona eins og svona njósnara thriller eða svona pólitískur thriller, sko, að það var eitthvað svona svakalegt í gangi og svona skuggaverk og alls konar. Ég hafði aldrei getað ímyndað mér að þetta yrði svo opinskátt og bara svo við ætlum bara að núna fara hart á móti því að liðsinnast Evrópu og við ætlum að vera samhliða mjög einræðisstefnum og fara með, bara mjög blátt áfram á móti samkynhneigðum og kynvilli. Þetta var, bara ég hafði aldrei ímyndað mér alveg að þetta yrði svona bara svona svart og hvítt þannig séð, en maður sá náttúrulega lengi vel aðdragandan að bara, það margt í Bandaríkjunum sem hefur bara verið mjög óheilbrigt, mjög lengi. Það gríðarlegur ótti, það gríðarlegt ofbeldi. Það ekkert heilbrigt samfélag þar sem fólk skotið til bana í innkeyrslu af því að það var að snúa bílnum við, eins og gerðist þarna í Wisconsin ef ég man rétt. Eða fólk gengur inn í barnaskóla og með hríðskotabyssur og bara byrjar að skjóta. Og maður talar ekki sko hversu mörg ofbeldisatriði eru ekki heimsfréttir. Eftir að við konum minn eignuðumst barn, þá vorum við dálítið á því að við vildum ekki vilja að hún væri í skóla lengi í Bandaríkjunum, við vildum vera að komast einhvers staðar þar sem við vorum ekki endalaust að lesa af litlum skólaskotárásum. Í gagnfræðaskólanum mínum var einn nemandi drepinn fyrir utan skólan byssuárás og náttúrulega var sjálfur við mikið byssuofbeldi því að við átti heima þarna og það var náttúrulega í stórborginni, en svo Sandy Hook árásin á grunnskóla í Connecticut, svona velstæðu útjaðri í Nýja Englandi. Eftir að við horfum upp á það og sáum engar breytingar, þá bara áttum við okkur að því að það annarkvort myndi allt bara brotna niður eða fólk héldi áfram að verða meira og meira hrætt og meira ofbeldishneygt, bara til ég veit ekki hvaða skala. En jafnvel eftir við búin að taka þessu ákvörðun að flytja fyrir mig heim til Íslands og í fyrsta sinn fyrir konuna mína, þá fórum við að heimsækja fjölskyldunar í Michigan og þá var frænka heim úr skólanum af því að það hefði verið skotárás við skólan hennar, en það var bara 2 nemendur og 1 kennari sem hefði höfðu dáið, þannig að þetta voru engar heimsfréttir. Vá, þannig að og þú sér þetta raunverulega svona vítarhingur aðalega orsakast af ótta eða hvað, og það svona einhvern veginn þessi áróður sem byggist, það ekki svona einhver stigmögnun á hatursorðræðu og áróðri sem að kyndir undir ótta, eða það finnst manni eins og enginn núna skilaboð frá stjórnvöldum, sko. Jú, því að allir eru dálítið hræddir. Skiptir ekki máli hvort þú ert hægri sinnaður eða vinstri sinnaður. Þegar þú upplifir ofbeldi þá ertu varum ofbeldi, og jafnvel ef þú heyrir af ofbeldi þó það sé ekki við hliðina á þér, ef það einhvers staðar í samfélaginu, þá ertu með það í undirmeðvitundinni. Og Bandaríkin náttúrulega gríðarstór, þannig að ef þú heyrir eitthvað sem gerist í Connecticut og þú byrði í Portland, þá náttúrulega þetta partur af þínu samfélagi að vissu leyti. Þannig að undirmeðvitundin bara mjög vör það ofbeldi sem til, og það skiptir eiginlega engu máli hvaða byssulög þú setur í eitt fylki, af því að fólk fer á milli fylkja lónadónum, en það er ekki allir endilega að fljúa allt, það eru margir mjög duglegir að keyra, bensín alltaf miklu ódýrari og byssur flakka, og mismunandi fylki eru bara með allt önnur lög og skilyrði og svoleiðis, þannig að fólk ekkert að binda vonir við að einhverja reglugerðir breyti aðgangi fólki að hríðskotabyssum eða svoleiðis, og svo náttúrulega bara kemur þetta fram hver er sá sem að framja ofbeldið, það innflytjandi, það einhver með geðröskun, það hermaður, það lögga, það hvítur uppreisnarseggir, þetta
svartir eiturlyfjasalir, það skiptir eiginlega ekki máli því að fólk bara hrætt og það vill sjálft að vissu leyti verja sig og vill að það verði einhverjar stóra breytingar, þannig að allt bara heitt og það mjög erfitt að vera með svona, við skulum bara setjast niður og rappa saman mögulega lausnir sko, þegar maður bara alltaf að heyra alla það versta og náttúrulega bæði internetin náttúrulega en líka fyrir það fréttahringurinn í Bandaríkjunum einblínir náttúrulega mikið á það sem selst, sem náttúrulega ofbeldi og það allt. En þannig að að það náttúrulega bara mjög auðvelt að segja að þeir sem að fremja ofbeldi og þeir sem að gera þeir hræddan eru utanaðkomandi, þannig að ef við bara losum okkur við utanaðkomandi þá verður ekki hætta lengur. Það náttúrulega, það bara frábært ráð sko, af því að það eru engar lausnir að koma annars. Ef við bara gerðum þetta þá væri lausn á þessu. En fólki búið að segja ef við bara fækkuðum byssunum, ef við bara kæmum reglugerð í gang, ef við bara gerum þetta og núna 20 árum seinna, 30 árum seinna, síðan fyrstu svona stóru skotaras í Columbine, það engar breytingar, það greinilegt, þannig að nú að reyna eitthvað annað, núna ekkert að fara í gegn með breyting á reglugerð á byssulögum, þannig að núna bara þurfum við að prófa eitthvað annað, þannig að nú skulum bara reyna að misþyrma því fólki sem gæti mögulega verið við erfiðustu efnahagslegu kjöra því að við náttúrulega tengjum fólk sem bástætt efnahagslega við glæp og sérstaklega ofbeldisglæpi af því að það ekkert öryggi í Bandaríkjunum, svona samfélagsnet, þannig að fólk sem í erfiðri fjárhagslegri stöðu það bara hefur ekkert til bjargar sko og oft það einmitt, fólk ímynda sér bara það að ef þú fellur í Bandaríkjunum þá ertu bara fallin og bara komin inn í heim glæpuna og þeirra sem bara bleiða sín einskis, þannig að En eignarrétturinn náttúrulega varin, það ekki? Það í Bandaríkjunum hefur verið löglegt að verja eignarréttin með ofbeldi eða með byssum. Jú, og fólk náttúrulega hefur, ég hef heyrt fólk segja að það var tekið fram sérstaklega, ég var hérna í Boston og það var verið að segja fólki bara svo að þið vitið, það má alls ekki skjóta fólki í bakið þó það hafi stólið frá þér. Og það voru nokkur í herbygginu bara frekar frá sér að það var í raunveruleikin að hvað að segja, ef einhver rænir mig og hleypir í burtu má ég ekki skjóta hann. Það var svo nei, allavega í Massachusetts lögin þannig að ef einhver að hleypa í burtu frá þér, þá hann ekki réttreipur. Og fólk var nú ekki ánægt með það svar þar. Þannig að þetta svona, þegar fólk einmitt bara með þessa hugsun, glæpur allstaðar, óforskammaðir þrjótar alltaf að reyna að stela og reyna að komast upp með allt, allir arfræningar af vissu leyti og þú verður bara að verja þig og þína, þú bara einn á báti og þá að vera að segja þér svona nei, verður ekki að kippa þér upp sko, ekki vera að reyna að stöðva eitthvað sem að hleypa í burtu. Þegar svona ef þú missir það sem litla sem þú átt þá ertu kannski að fara að svelta, þetta bara dálítið þannig hugsunarháttur. En sko það kannski aðeins á stór spurning að spyrja hvort að því þú segir þetta sé svona raunverulega sjúkdómseinkenni en getur þú og orsakasamhengi séu þetta flókið, en getur þú svona bent á eitthvað sem að þá finnst þér vera svona orsök vandans í Bandaríkjunum, þú veist, er það þetta með réttlætingin á að verja eignarréttin eða þú veist, eða það við og hinir hugsunarháttur, hvað svona myndur þú segja í krossaprófi að þú ættir að nefna eitthvað eitt? Ég myndi segja að breyting stjórnarskrárinnar á hlutverki peningagjöf í pólitík hafi virkilega breytt andanum í almennri pólitísku landslægi Bandaríkjanna. Þegar Citizens United var staðfest sem sagt afnam höftrun á hámarks upphæð sem hægt var að setja í svona pólitískar herferðir og kandidata og annað
og það þurfti ekki að lýstra upp alla þá sem voru að gefa pening. Þá breyttist mikið áráður stefnan, að segja það bara hreint og beint, að þá var bara auðveldara að virkja áráðursvélar og virkilega úr hvaða átt sem var, sko, hvort hún var utanakomandi frá öðrum þjóðum eða frá fyrirtækjum eða frá auðkýfingum annars séð, og það var bara miklu auðveldara að virkilega grípa í pólitísku taumana með óhemlaðri óhemluðum aðferðum. Þannig að þetta hafi verið mót mikið af þessu afskiptaleysi hvað varðar neyslu peninga í pólitík. Þetta er þetta svona efnahagslega stórveldi Bandaríkin og svo er svona syrtir í álinn og þá myndast svona rosalega harka hjá þeim sem hafa einhver völd og peninga að halda baráttan eykst og þetta er þá eitt af þeim aðferðum. Það er raunverulega að veita peningum óheft inn í hvað áróðurs stríð. Já, því að náttúrulega maður hugsar pólitík sem þú veist, það byrjar í hverfinu, þú og nágrannar að tala saman, hvernig styðjumst við skólan, hvernig styðjumst við bæjarkerfið, borgarstjóri og svo kannski svæði, fylki, land og þjóð. En náttúrulega þegar skalinn er orðin Washington DC sem er yfir 50 fylkjum á ríkustu þjóð í heimi, þetta er svona, reikningurinn er allt annar. Það er bara, þetta eru hagsmunir heimsins eiginlega sem eru þarna í boði, þannig að maður veit hversu mikið er ýtt á, sko, úr öllum áttum þar. Og já, ég ætla nú að segja það líka að Bandaríkin náttúrulega eru bara eins fjölbreytt og þau eru stór og náttúrulega það eru alls konar hverfi bæjarsamfélög í Bandaríkinum sem eru bara mjög róleg, hversdagsleg, en náttúrulega þegar maður stækkar dæmið, maður stækkar ramman sem maður er að hugsa þá náttúrulega tekur maður saman allt það góða og allt það slæma. En þú hefur nú kynst á Jarl, þú tókst ekki doktorsprófið þitt á Hawaii eða svona, þú hefur kynst í líka það besta sem Bandaríkin hafi upp á að bjóða, það ekki gott samfélag, rannsóknar teymi og annað, ég meina, er ekki söknuður svolítið eftir því hjá þér? Jú, ég myndi náttúrulega að segja, sko, það er náttúrulega svona þegar maður er með staði þar sem fólk sækir í, og sérstaklega fólk sem er metnaðargjarnt og hefur mikla ástríðu sem svona er samhliða manns eigin, þá náttúrulega hittir maður bara sitt samfélag næstu í svona sama hvort það er í Kaliforníu eða náttúrulega ég var nú heppinn að vera þarna á Hawaii sem er yndislegur staður mörgu leyti, einnig staður með mjög myrkra sögu, sko, nýlendustefnu og innfættu þjóðinni þar sem því var steypt að kolli, Bandaríkin hernumu landið og tóku yfir og þetta var ekki gert að fylki fyrir 1959 og þó að innfættir séu þar ennþá, þeir eru miklu minni hluta og hawaiiska er eiginlega haldin bara, henni er haldin lifandi bara í gegnum háskólan að vissu leyti. Og þrátt fyrir það, þá er henni haldin lifandi og það er fólk sem brennur mikil ástríða að viðhalda því og það hefur miklu næstu á náttúrunni þar, ekki bara gera alltaf gólfvöllum, það er náttúrulega frábæri rannsóknarstöð þar, háskólans á Hawaii. Þetta er bara svona einmitt alltaf best og alltaf verst er auðvelt að finna. Og Varst þú að stúdera ígulker? Var það rétt hjá mér? Eða? Já, doktorstritgerðin mín var erfðamengja samsetning vissara tegund af ígulkerum þvert yfir Kyrrahafið og Indlandshaf. Þannig að þú hefur fundið svona einmitt þarna sérfræði þekkinguna, sko, þetta er alveg einmitt rjómin af einhverju þekkingu og svo er náttúrulega að hafa mennta fólk og menntastofnanir eru í varnarbaráttu í Bandaríkjunum, eins og nefndir að fólk er að missa stöðurnar og bara er í stökustu vandræðum og er að flýja land,
En sko, hvernig finnst þér endurómurinn sem til Íslands, það sem kannski, það auðvitað ekki takt að bera það saman, veit ég, en hér kvartað yfir ofbeldi og hér svolítið kvartað yfir menntaelítu og það svona eins og pínulítill svona endurómur af einhverjum tröppisma, svona, hvað finnst þér það? Og hvað getur þá reyðlega ráðlagt, eða hvað hugsaðu svona á Íslandi, hvað þurfum við að gera til þess að bara fara ekki, þróast ekki í vonda átt? Já, ég meina, ég ætla ekki að þykjast að geta sagt með einhverju sjálfstrausti að sko, þetta brautin til að forðast einræðið og fasistmann eða anarkisma ofbeldi, en ég líti á það þannig að það er fátt sem bara mjög einslegið á hnettinum, það er náttúrulega við erum fjölbreytt en ekki svo fjölbreytt, sérstaklega sem líffræðingur, mannskepnan er mjög, finnst mér lélegt rannsóknardýr sko, sérstaklega erfðafræðilega séð sko, við gerum mikið úr þeir litla fjölbreytileika sem við finnum sko, en það er lítið varið í það finnst mér, sérstaklega með við ígulker, en hvað var það náttúrulega bara þetta að við búum ekki til einangraða hópa sem eru bara að allægi, sem eru útskúfaðir, jaðursettir, bara þessir eru tossar, þessir eru einhverju geimgenglar, að umræðan er aldrei annað nema bara allir eru fáeindar nema ég og allir eru einhvern veginn óvinir, allir eru einhvern veginn, allir aðrir sem eru ekki í þessari herbergi, sko, þeir eru að rífa samfélagið sundur. Það er held ég það allra hættulegasta. Leið að fólk byrjar að teikna mjög sterkar línur í kringum þá sem á að virða og þá sem á ekki að virða. Þá held ég að þá maður komin á braut sem mjög erfitt að komast af. Já, Áki Jarl Lárusson, líffræðingur og á ekki að segja bara fyrrum íbúi í Los Angeles og í Bandaríkjunum og starfsmaður og erfðafræðingur í Hafrannsóknastofnun. Þótt þú talar ekki sem embættismaður Hafrannsóknastofnunar hér, þá væri nú gaman að heyra í þér einhvern tímann, heyra einmitt í þér varðandi ef það væri til að koma Rauðaborðin og tala ígulker og hafið, og við vorum að tala hafið hérna við Rauðaborðið í gær. Það nóg að taka þar líka, en hjartans þakkir fyrir að koma og segja okkur frá ofbeldinu í Bandaríkjunum. Já, bara takk fyrir að bjóða mér og hlusta á mitt sjónarhorn. Takk fyrir, og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Þetta er svolítið alvarlegt viðfangsefni sem við þurfum að ræða meira hérna við Rauðaborðið. Ég þakka Pétur Fjellsteð fyrir að útvarpa og sjónvarpa varpa þessu spjalli yfir til ykkar, og ég segja við förum í stuttar frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin hérna við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og takka fyrir mig í bili. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað er komið Björn Teitsson, borgarfræðingur, til þess að ræða borgina, bíla og svona annað því tengt. Þú hefur nú aldrei látið þessi mál þig varða, og ég tók nú eftir því að það dró til tíðinda daginn þegar að sagt var frá ánægju verslunareiganda við Laugaveg breytingar sem að þar hafi orðið, en þetta er kannski svona það sem við fáum minna að heyra. Ég sá þú tjáði þig aðeins þessar breytingar og þær hefa ærið til góðs. Þú hefur stúderað mikið þetta sem sagt svona borgarrými bara í þinni menntun og svo bara svona sem bílaus maður í bílausu lífstíl. Hvað getur þú sagt okkur aðeins frá þessu svona þínum pælingum í þessum efnum? Já, það er kannski rétt að ég segi frá því bara strax í byrjun að ég náttúrulega vinn fyrir Reykjavíkurborg. Og kannski líka ég er ekki bíllaus, ég á bíl, en ég svona vil helst ferðast öðruvísi þegar ég get,
eins og ávið náttúrulega bara fjölmarga Reykvíkinga, við fyrir kannski nánar út í það síðar. Það sem þú ert tröglega að vísa í að það var fréttaflutningur af ákveðnu verslun sem var reyndar ekki að hætta starfsemi, heldur var að flytja starfsemi frá Austurstræti og bar við því að það væri vegna bílastæðamála í miðborg Reykjavíkur. Og ég vildi einfallega meina að það væri svona non-faktor, eða það væri ekki ástæða þess að fyrirtæki flytji starfsemi eða hætti starfsemi og það bara rosalega mikið af gögnum sem styðja það. Það er kannski fyrst og fremst að öll stæði sem hafa horfið þessi meinta aðför að einkabílnum í miðborg Reykjavíkur dálítið mikill hugaburður og því að þau stæði sem hurfu með til dæmis göngugötunni, þau eru samtals undir 20-talsins, þau sem hurfu með einhverjum steipuklumpum með sögusýningum á Pósturstræti eða Austurstræti, þau eru samtals 12 eða 13 og á móti því hafa komið hátt í 1000 bílastæði undir Hafnartorgi annars vegar og undir Hörpu hins vegar. Og fyrir utan það eru 2000 stæði í bílastæðahúsum Reykjavíkur og þau eru þannig staðsett að þeir eru lengsta vegalend, hugsanlega vegalend frá bílastæðahúsi að áfangastæði aldrei meira en 390 metrar að labba og það er einfallega vegalend sem að flestir ættu að ráða við að labba. Eða það er ekki veður til dæmis eða með fötlun þá getur lagt í fatlarastæði sem eru yfirleitt staðsett þá mun nær áfangastað og fyrir utan það þá er miklu þægilegra að hafa bílausar götur fyrir fatlaða til þess að ferðast heldur en að þurfa að þrönga sér út á götur þar sem er kannski bílar sem geta keyrt yfir fólk. Það var kannski það sem svona já og svo líka þessi bráðfinna sögurskýringa, þetta er allt Degi B. Eggerts að kenna eins og flest annað sem miður fer. Eins og var það hóluhjálmar og svo var það einhvern veginn Dagur B. Eggertsson bara Dagur er náttúrulega löngu horfin úr borgarpólitíkinni. En þetta er allt hans sköpunarverk. Mér fannst það dálítið fyndið og kannski líka bara hvernig fjölmiðlar virðast svona viðhalda þessari sögurskoðuna narratífu bara til þess í raun að fá einhverja umferð, einhverja traffík á samfélagsmiðlum, fá fólk til að klikka, fá fólk til að rífast og vera reitt út í hvort annað. Það sýnist það að vera helsti tilgangurinn og ef við tökum sögulega einhverja svona rótgrónar verslanir sem hafa hætt í miðborg Reykjavíkur þá er það yfirleitt einhverjar aðrar ástæður sem eru fyrir því, þá er kannski eigandi eða rekstraraðili orðinn komin á aldur, langar að hætta starfsemi, hann á kannski ekki afkvæmið sem langar að taka við, þannig er ekki að selja starfsemina en á yfirleitt fasteignina, selur hana á 100 milljónir plus, fyrir kannski eftir hvenar svo eign var seld og getur bara sáttu við sitt og lagst í helganstein. En það eru yfirleitt fjölmiðlar sem spyrja þá leiðandi spurninga, var þetta ekki eitthvað út af bílastæðamálum og þá geta alveg komið alls konar svör. En svona tölfræðilega, þá fara og yfir 1000 fyrirtæki á hausinn á hverju ári á Íslandi og það getur verið hvar sem er á landinu og það getur líka verið í einhverjum bílastæðaparadísum, það getur verið í Kringlunni eða Smáralind, það getur verið í Ármúlunum og það getur verið á Grensásvegi eins og Hans Petersen var að hætta starfsemi og bara guðblessi minningu Hans Petersens verslunar og bara verslun sem að við Íslendingar þekkjum með vel og sérstaklega í Reykjavík. Þegar verslunum var á Bankastræti þá fór hún alltaf ekki á hausinn. En hún var þarna stödd á Grensásvegi síðast og þar er nóga fríum bílastæðum samt fór hún á hausinn en það er samt ekkert fjalla það sem einhverja orsök bara svona til að benda á að það er ekki alveg sanngjarnt svona hvernig er fjalla endalok einhverju fyrirtækja. Akkurat. Þetta er svona menningarstríð sem er svona nært í gegnum, ég veit ekki, bílastæði og svo samgöngur. Það er svona annar hluti borgarskipulags er að skoða samgöngur og ég meina að þú talar að ég sagði að þú aðhyllist bílausan lífstíl en þú vilt bara hafa valið. Já, algjörlega, eins og segi, ég á bíl og mér finnst það bara fínt. Ég finnst samt eins og þessi meinta aðför það er oft sagt að það sé verið að neyða fólki eitthvað en aðferðin er ekkert meira en svo að bílaeign hefur aldrei verið meira á Íslandi. Það hefur aldrei verið meira af svæði sem er tilengað bíl í formi umferðarmannvirkja og bílastæða. Aldrei sögu landsins, aldrei sögu borgarinn heldur. Borgin er líka bæta við í bara akrinum, í malbyggi, í bílastæðum. Þetta hefur áhrif mjög víða, til dæmis ef við tölum bara
kostnaði uppbyggingu húsnæðis þá hún kannski orðin 30-40% af öllum kostnaði við húsnæðisuppbyggingu fer bara í bílakjallara og það einhvern veginn ekkert fjallað þetta að húsnæðisuppbygging getur verið hraðari, ódýrari sem getur skilað sér þá í vasa neytenda ef það væri ekki lagt svona mikla áherslu á bara bílastæði og bílainnviði. Tekið bara allir með nýja skrifstofu húsnæði Alþingis. Það svona 40% heildarkostnaðar, kannski svona 4-6 milljarðar fóru bara í bílakjallara. Samt bílakjallara við hliðina á undir gamla Alþingishúsinu sem alltaf tómur. Þú veist, mér finnst þetta að vera fréttaefni en það einhvern veginn ekki fjallað þetta. Þetta vissi ég til dæmis ekki. En þetta finnst mér fyrst og fremst bara til að vera alveg svona leggja mínu skoðanir á borðið. Ég vil bara hafa val og ég vil að allir hafi val. Ef þú vilt keyra bíl, þá vil ég að þú keyri bíl. Það bara ekkert mál. En eins og staðan núna, þá mikið af fólki og sérstaklega ungu fólki og þú verður örugglega heyrt á þér eitthvað fólk sem bjó til dæmis í Svíþjóð eða Noregi eða Danmörku eða einhvers staðar á Þýskalandi, Frakklandi flytur til Íslands eftir nám eða svoleiðis hafði upplifað einhvern góðan hálfan eða heilan áratug erlendis án þess að eiga bíl samt kannski með 1 eða 2 eða 3 börn flytur til Íslands og þá segir það við urðum að kaupa bíl, það var ekkert annað í stöðunni. Já, það var þannig á mér. Ég var neyddur til að kaupa bíl. Það var ekkert mín ákvörð, ég var bara neyddur til þess. En ég þekki engan sem hefur hætt að keyra bíl og sagði bara já, aðferðin var svo mikil að ég neyddist bara til að hætta að keyra. Það var engin bílastæði lengur miðbænum og... Já, ég hef ekki séð þetta gerast. En ég alveg þeirra skoðunar og ég kom kannski að því áðan bara að ef fólk hefur val, raunverulegt val þá ferðamáta sem það vil helst nota, þá miklu fleiri sem myndi kjósa að labba, hjóla, nota rafhjóli eða rafskútur, almenningssamgöngur sem myndi þá þýða það að þeir sem myndu helst greiða því væru náttúrulega bílstjórar, þeir sem raunverulega vilja keyra og þetta er mikill fjöldi sem á bíl en myndi helst vilja ekki vera á bíl þannig að göturrýmið akstursrýmið myndi bara stóraukast leið og við bara tryggjum að þetta valfrelsi sé til staðar. Og þetta eitthvað sem þú hefur skoðað og svona hvernig samgöngur fólk kýs að nota og svona óska sér eftir aldurshópum. Þetta eitthvað svona sem að þú hefur verið að greina. Já, svo bara allir að sanngirni þessi gætt var það ekki ég eða þetta svona, en þú þetta borgin, sveitarfélögin og innviðaráðuneytið framkvæma ferðavenju kannanir. Gera það á 2 ára fresti og ég kom þá með, ég sendi einhverjana smá glærur úr síðustu könnun sem var framkvæmt fyrir árið 2024 og þá sendi ég upplýsingar sem að eiga sérstaklega við Reykjavík og þá bara gott að minna sig á það við erum alltaf mjakast svona í rétta átt þannig að það alveg tilefni til að vera smá bjartsýn þó að við upplifum svona rými okkar eins og það sé allt og mikið af bílum sérstaklega við sem ef við erum á bíl þá upplifum við aldrei sterkar heldur en að við erum först í umferð eða leita bílastæði hvort sem það ókeypis eða gjaldskyld en getum kannski bara fengið upp Já, ef við fáum hérna upp það með hvaða hætti ferðast þú að jafna til vinnu eða skóla á morgnana og þetta eru þeir sem hafa áhuga að rýna betur í þessar tölur, þeir einfallega íta bara á pásu og stekka hjá sér skjáin það sést ekkert voðalega vel en þú kannski útskýrir fyrir okkur Já, náttúrulega líka bara þetta að googla ferðavenju könnun 2024 og þá getur smellt á heldar PDF skjalið en þannig að sjá að á bíl sem bílstjóri talan komin niður í tæp 65% þessi tala var mjög lengi 74% sem ansi hátt og alveg lang hæsta tala sem fyrirfinnst í einhverju höfuðborg á Norrlöndunum og eiginlega bara í Evrópu. En núna eru konið niður í tæplega 65 heildartala yfir alla Reykjavík og fótgangandi 12,5, það var aðeins hærra, strætó 8,3, það eru svona ákveðnar demografískar ástæði fyrir þessu, mögulega, skýrist líka hækkandi tölu fólks með erlent ríkisfang sem kannski þau eru vanari því að nýta sér almenningssamgöngur.
hjólið er svona stöðri uppleið og þú segir það er 5,1 hjól og svo kemur ramasjól 2,6, þannig að við tökum þetta saman á 7,7%. Og ef við byrjum þetta saman við tölum bara frá fyrir 20 árum, þá er þetta rúmlega tvöföldun á hlutfalli þeirra sem fara flestra sinna ferða á reiðhjóli. Og svo eru þessar ramaskútur náttúrulega svona nývít inn í þetta og eru kannski helst notuð náttúrulega yngra fólki. En já, maður sé náttúrulega skrifstofufólk í borgartúninu alveg hérna. Já, skjótast á milli bygginga á rafskútu. Já, heldur betur. En ef við tökum þá bara næstu, já, þá er gaman að sjá hvernig þetta skiptist milli hverfa og þá hvað það hefur mikil áhrif að búa í rauninni í svona þéttu borgarhverfi, það sem er stutt í næsta áfangastað, stutt í biðustöðar almenningssamgangna, það sem er örugt að hjóla og umferðir hægari, minna stoppbrautir, þá sér maður að miðbær og vesturbær skerst aldrei úr, þar er þess hlutfall þeirra sem fara á bíl 43%, það er enn lægra og þá er hlutfall þeirra sem labba 25%. Einfallega því það er rosalega gönguvænt í þessum hverfum. Já, í miðbæ og vesturbæ. Og er henni Hlíðum, Laugardal og Háleiti, þú veist, þá er þetta líka bara príðilega tölur, svo sem þetta eru tölur sem getur keppt við bara það sem svona skásta sem gerist hérna á Norrlöndum. En svo er þetta finna við förum hérna aðeins í útkverfin, þar sem að byggð er aðeins gisnari og það er aðeins lengra í áfangastaði og fólk þarf að fara aðeins lengri leið til vinnu. Þannig að þá voru við með, í næstu glæru voru alltaf með Árbæ og Grafarholt sem var, held ég, hverju sem voru flokkuð saman. Ef við fáum kannski næstu glæru. Já, og Breiðholt. Og þannig að sjá að hlutfall þeirra sem eru bílstjórar er alveg ansi hátt og sker sér mikið frá í rauninni þessum grænu ferðamátum, þessum almenningssamgöngum og virkum ferðamátum. Og síðasta var hérna Grafarvogur og og hann kannski eins og gátum búist við bara út að hann er þannig staðsettur, það bara endurspeglar umhverju sem Grá er í. Kannski fáum Grávog og og svona Gráur og Kjalarnes. En þú sér samt að hlutfalli er að lækka, þetta er mjög jákvættur inni út í það er farið, en svo er kannski mikilvægasta glæran var þessi síðasta sem kemur þá kannski núna og það er svona hvernig væri þú helst til í að ferðast í vinnuna og þannig að sjá að það eru bara rétt rúmlega 40% sem myndu helst vilja aka allar svona ferða. Hlutfalli af þeim sem myndu helst vilja ferðast öðruvísi það er meiri hluti íbúa Reykjavíkur. Þannig að þetta er ekki það mikil jaðarskoðun að vilja ferðast öðruvísi en á einkabíl heldur en þetta. Og við tökum kannski alla þá sem eru á bíl í Reykjavík, það eru 140.000 íbúar, segjum að þetta eru 70-80.000 bílar, ímdökum fækka þeim bara rúmlega helming. Hugsa ykkur allt plossið. Þannig að það er enginn sem græði meira á því að tryggja þetta val samgöngumáta, að passa þessu öruggir og þægilegir og rauninu færir, það þarf líka þá að tryggja þess að vetrarþjónustu og annað slíkt. Þá erum við komið með alveg virkilega góðar aðstæður fyrir alla ferðamáta. Ef við tryggjum bara að þessir virku ferðamátar, almenningssamgöngur gangi svona eins og segjum einhver meðalborg á Norrlöndum. En hvers vegna hefur, og sko að því að núna þannig er bara skýr vilji að borgarbúa er að ferðast með öðrum leiðum heldur en bíl í svona til vinnuskóla eða svona allra sinni ferða, þessar helstu snattferðir og kannski þar fyrir utan vinnuskóla. Af hverju er ekki búið að koma betur til móts við þennan hóp? Þetta er meira en helmingur. Já, það er það er stórt spurt. Við erum náttúrulega enn dálítið háðu bílnum út af því að umhverfið sem við búum í endurspeglar náttúrulega ferðamáta valið okkar. Og þetta er ekki svo þjóðin hafi valið einkabílinn og ég væri alveg til í bara ef þú mátt prófa, áhærundur með að gerna prófa, ef þeir eru með snjallsíma, það var alltaf svona forrit sem mælir skrefin ykkar og þeir getur skoðað þetta aftur í tíman og getur skoðað bara svona aftur kannski 1 ár og ég sko lofa ykkur því að ef þið hafi farið til bara Teni eða Kaupmannahafnar eða einhverjar bara borgar í Evrópu þar sem umhverfið í rauninni tryggir þér val ferðamáta, þá eru skrefin ykkar búin að tvöfaldast. Þú veist, ég sé bara svona toppa hjá mér og geti séð já, þarna var ég í Danmörku, þarna var ég í Berlín. Þetta held ég bara svona sameiginlegt í öllum. Ég bjó í London í einhvern tíma og ég var einmitt að ræða þetta bara daginn því að þá var svona
svona meðaltali var ég að ganga þetta 10-13 kilometrar á dag, sko. Einmitt. Sem er bara, sko bara, mér þótti eðlilegt, ég, þú veist, fylgdi dóttur mín í skólan, fór út með hundin í stóra garðinum og svo heim og þú veist, og svo gekk ég í búðina og allt þar fyrir utan. Ég átti ekki bíl og ég er ein af þeim sem að fekk mér svo bíl af því að ég neyddist til þess þegar ég kom heim. Ég er einhvern veginn alltaf að bíða eftir því að svona, þetta verði auðveldara en það eins og þú segir að þetta kannski endurspeglar ekki beint, þú veist, umhverfið okkar það ekki jafn mikið kaupmenn á horninu, það ekki jafn mikið gönguleiðir en þetta svona fyrir óþólumóða. Hvenær gerist þetta eiginlega? Já, ég hef vel ekki svarið því en mér langar samt að segja að þrátt fyrir allt eins og við vorum bara að skoða að þá þetta mjakast í rétta átt þannig að ég alveg vongóður en eins og segir til þess með kaupmann á horninu þá það skýr vilji borgarbúa og ég hef séð svona ákveðin gögn og ákveðin svona kannanir meðal Reykvíkinga þegar verið að þróa kannski ný hverfi og svoleiðis þá spurt hvað mikilvægast fyrir þig til að hafa þínu hverfi og það alltaf maturverslun í göngufæri og samt rosalega fáar maturverslanir í göngufæri og þessi stóri rekstraraðilar maturverslana eins og þeim Krónunar og Bónus virðast ekki hlusta alveg á neytendur hvað þetta varðar og eru þá frekar að horfa í svona big box byggingar svona út í jaðrinum með risastóru bílastæðaflæmi til þess að fá fólk til að keyra einhvers þar lengst í burtu og sóa þar með svona drjúgum hluta deginum til að vera fast í umferð frekar en þú getur farið heim beint, lagt bílnum, labba út í búð jafnvel með börninum, átt þar einhverja geðjastund. Mér finnst þetta aldrei leiðilegt og vonandi verður bara breyting þar á og þú sér alltaf í fasteignaauglýsingum þar sem að búið í göngufæri þá það strax nefnt sem rosalega góðu kostur. Já, ég veit ekki alveg hvað að segja. Hvenær kemur þetta allt saman? Þetta kemur bara hægt og rólega. Það svona mín von og náttúrulega hugsunin með því til dæmis að þétta byggð hér og þar og sem alveg, og fólk má svo sem alveg gagnrýna einhvern arkitektúr og eitthvað svoleiðis sem hefur þó verið sett svona daldið skringilega fram að mínu mati. Hugsunin með þessu öllu að búa til eitthvað mannlíf, einhvern massa af fólki sem býr til nógu mikil umsvif til þess að sé hægt að reka til dæmis hverfisverslun, til þess að sé hægt að reka blómabúð, bakari, hvers konar verslun og þjónustu í nærumhverfi. Já, það vonandi að þetta breytist. Hvað þið svona bara persónulega að taka mörg skrif á dag á Íslandi? Í Reykjavík? Já. Sko, ég labba núna til vinnu út að ég byrja að vinna í Ráðhúsinu og það bara of nálægt mínu heimili í Vesturbæ þannig að ég reyna að hjóla ekki, þá ég bara of fljótur í vinna og næ ekki að hlusta á útvarpið eða eiga stund fyrir mig þannig að ég labba svona 7000 skrif á dag sem allt og lítið eða bara samkvæmt læknisráði á fólk að labba 10.000 plus en maður nær því í útlöndum náttúrulega bara strax og það ekkert mál engum finnst þetta nokkuð mál þegar einhver í útlöndum það alltaf svona mín reynsla en það bara einmitt, þetta umhverfi sem endurspeglar dálítið hvernig við komum okkur á milli staða eða hvernig við komum okkur endurspeglast í umhverfum sem okkur boðið upp á þannig að eins og ég segi, ef fólk þarf eða vill aka bíl, þá á það bara að gera það og ekki að skamma sín fyrir það og ef þú ert með eitthvað svona umhverfi samviskubit bara guðanabænum ekki því það sem gallin ekkert hvort að bíllinn sé knúinn af bensín eða dísil eða rafmagni vandamálið til þessi Reykjavík bara allir þessi fjöldi allir þessi massi af bílum sem tekur svona rosalega mikið pláss og veldur svona miklum hávaða getur líka verið rosalega hættulegur og skaðlegur sem verður svo alltaf ef við þorum ekki að hleypa börnum okkar út nema ég fylg með fullunum þessi áhrif margfaldast á rosalega mörg svið og bara tala um lýðheilsu, kyrrsetur lífstíl einmannaleika rosalega einmanna, inn í bíl og fastur í umferð, það alveg bara hræðilegasti tími dagsins að vera fastur inn í bíl í umferð og meðan kannski besti tími dagsins oft að hjóla til frá vinnu eða labba til og frá vinnu. Mér finnst það að vera einn besti tími dagsins að labba í vinnuna og hlusta á morgunvaktina. Ég held að sé alveg fleiri þar en svo kannski einhverjur aðrir sem bara þurfa að kynnast í. Og ég algjörlega á því að við getum náð fleira fólki
bara þannig með því að svona undirstrika hvað þetta eru mikið lífsgæði frekar heldur en að neyða fólk til einhvers, þá ekki að neyða fólk til að gera neitt sem við vill ekki gera. Nei. Við erum, en nú bara svona rétt að lokum svona það sem að þér svona velhefnað að þínum að í borginni og hefur verið góð þróun. Þú ert mjög hrifin af Laugavegi. Já, þú veist, mér finnst Laugavegi samtalið með að vera betri og hérna, mér finnst líkulega með að hlusta á hérna ákveðin sjónamið og það alveg hægt að gera betur til þess bara í, ég veit ekki, að samstilla rekstraraðilega við Laugaveginn í því að tala hann upp og fá fólk og benda á betri gönguleiðir frá bílastæði og í rauninni hérna ekki vera sífellt að einblína á eitthvað sem neikvætt en ef það eitthvað neikvætt sem þarf virkilega að taka til skoðunar þá áalega að taka það til skoðunar. Borgin má ekki hérna í rauninni bara setja höfuð í sandinn, ekki frekar en bara almenningur eða ríkisstjórn en það finnst mér vel heppnað. Svo rosalega mikið af einhverjum blettum í Reykjavík sem eru bara einhvers konar leyndamál, ég veit ekki, Elliðárdalurinn, þú veist, reiturinn á bakvið hérna, orkuhúsið, þú veist, það svona falinn demantur, Öskjuhlíðin, Nauthólsvík sem kannski, já, Hljómskálagarðurinn rosalega vannýttur, eins og þú veist, útisvæði þar og útigrillinn, út í útkvörðin alltaf frábær útivistarsvæði, hjólastíðurinn sem meðfram hérna, strandlengjunni í Gráhói. Æðislegt. Hann allt og lítið nýttur held ég sérstaklega fólki sem býr vestar í borginni. Það alveg gríðarlega mikið náttúruperla og lífsgæða hérna að hjóla þar og vera svona í návíð við hafið. Það bara rosalega mörgu að taka og hérna Reykjavík bara frábær borg, hún alltaf ung borg, það útskýrir að mörgu leyti af hverju við erum ekki komið jafn langt til dæmis og hverju borgir í Norrlöndum en eins og þetta að mjakast í rétta átt en þá þurfum við líka að halda alltaf vel á spöðunum og tryggja þetta val og hérna og þá bara leið og við gerum það, þú veist, þá opnast svo mikið rými sem að mun bara bæta lífsgæða okkar rosalega mikið. Nú og ég fylgist með bara, við erum bæði úr Grafarvoginum og það kannski, það svona, ég fylgist alltaf með umræðinu þar. Nú hefur verið svona mjög hatrum deila, hún allavega svona eins og hún kemur fram í fjölmiðlum á milli Grafarvogsbúa, svona einhvers ákveðins hóps og borgarinnar sem vill fara þétta byggð í Grafarvogi. Hefur þú fylgst eitthvað með þessu? Já, óneitanlega hef ég fylgst eitthvað með þessu. Bæði sem náttúrulega fyrir Grafarvogsbúi og sem starfsmaður borgarinnar og var líka var aðeins fyrir einn starfshóp við endurskoðun tillagna þéttingareiti í Grafarvogi og ég var ekki nógu mikið inn í þessu upphaflegu tillögunum en það var náttúrulega mikil reiði eftir að þær birtust og ég held að stærstu mistökin í öllu þessu máli var að fá ekki íbúaráðin með allt frá byrjun. Það var ekki gert, heldur var held yfir einhvern tillögum sem þau hefur aldrei séð áður og þá skilja alveg að þær geta verið mikið áfall. Ég þekki hins vegar þannig að endurskoðu tillögunum nokkuð vel og mér finnst þær rosalega hóflegar og fallegar og til þess fallnar að bara bæta í rauninni rosalega stóra búta af umhverfinu í Grafarvogi og rauninni bara bjóða fólki þá meira inn á einhverja græna reiti sem eru ekki í notkun eins og Á samanskapi vil ég líka alveg hlusta á íbúana og þannig er rauninni skipulagsferlið að það á að vera í rauninni lýðræðislegt ferli og athugasemdum á að taka alvarlega. Finnst að það eru ákveðnir reitir sem eru inn í þá alskipulagi sem munu til að verða veruleika, annað þá ekki. En ég bara vonast þess að nást sátt þetta og Grafarvogsbúar, Reykvíkingar allir geti í rauninni Þannig að njóta þess hvað Grafarvogurinn frábær. Já, það nefnilega dásalegur. Mér finnst að Grafarvogsbúar þurfi alls ekki að óttast neitt. Geta bara stoltir af sínu hverfi og ætti að vera stoltir að fá og bjóða velkomna nýja íbúa. Það alveg rými til þess sína alla greiningar og til þess að nýta þá innviði sem vel til staðar í hverfinu. Gott fyrir Fjölni, fá nýja iðkendur, komast aftur í efstöld í öllum íþróttum. Það var mikið ánægjuefni. Það væri mikið ánægjuefni. Já, og kannski bara búið til ekstra grundvöll fyrir foldarskálan aftur og
svona þessa helstu staði úr okkar æsku sem okkur þykir vænt um. Já, sem okkur þykir vænt um. Það er rétt. Björn Teitsson, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og svona aðeins ég bara svona einhvern veginn á handarhljöpum fara yfir þetta helsta í borgarmálunum, þéttingu og svo bara samgöngur. Það var bara draumur að fá þig. Og á þessum nótum þá ætlum við að slá botnin í þátt kvöldsins. Ég þakka ykkur öllum sem áhlýttuð og horfðuð og fylgdust með umræðinu hér við Rauðaborðið í kvöld. Útsendingastjóranum okkar Pétri Fjellsteð og Laufeyju Lyngdal þakka ég fyrir að setja okkur út í loftið svo að þið sjáuð okkur öll. Samstarfsfólki mínu og auðvitað öllum góðum gestum. Ég minni ykkur einnig á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni. Með litlum styrk getur þú hjálpað okkur að halda áfram þessu skemmtilega og góða verkefni gangandi hér, bara vonandi sér lengst. Ég þakka fyrir kvöld og góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.